Blessaður og sæll, Bjarni. Hæ maður. Velkomin Takk fyrir síðast. Já, takk fyrir síðast. Það var heldur skellur. Já, gott spjallið okkur. Já, farið við öll. Það farið við öll. Já, fólk sem með ADHD er búið að segja að það er með að halda þræðinum, þannig að það getur ekki við neitt annað gott, sko. Já, það var vinkonu mín sem gagnrýnir alla þættina, sko, og hún sagði þessi þáttir eru alltof hraðuræðar og voru að bíða með hann, en við erum samt með, þetta er þáttur nummer 2 núna. Já, nákvæmlega. Kannski verður bara þeir sem alltaf fara að skoða núna síðuna, þeir ná bara þætti 2 og þetta er ómikið fyrir þá. Bara fuck this að ég sé að tala hægar, sko, ég er bara að gera hlutin sem ég gera. Nei, við nennum því ekki. En það er bara að fyndi, sko, já, nú vorum við að tölum við reglulega saman á social media og vorum að tala saman í Facebook-chati eins og svona okkur ein með live við daginn. Ég myndi segja þess að finna sögu af hann að ég er orðinn gamall. Já. Og hann að... Vindur okkur beint í hana? Ég hef ekki bara farið beinslega þangað. Ef við að byrja á svona léttu bandur undan það. Nei, byrjum á þessum fyrstu við erum byrjaðir. Já, förum við beint í hana. Förum við söguna og svo getum við talað hana málunni dagsins eftir á. Allan, ég segi að sko hana er að verða 42. Ég held ég var að vera 43 í síðasta þætti, ég sá það þegar ég var að horfa á það í gær. En þannig að ég er bara að vera 42, þannig að ég er árið yngri. Það breytir því ekki, ég er samt alveg gaman. Og sko, ég var klósinn daginn og þannig að eins og maður gerur, ég var teflaði pál á Postlins hásætinu mínu, og ég hnerraði og ég fekk tak í bakið. Sem er mesta hólpíp og sitt, bara svona hættur að lendi. Og ég skriði hann eitthvað fram, skilur, eins og maður gerir. Og svo bara ég bara fatlaði eitthvað og þetta. Og síðan er ég að spila lagast og ég þarf síðan aftur að fara að kúkast 5 minútur seinna eitthvað, ég er búin að halda í mér og ég er ekki búin að mega díla þetta situation, skilur, þetta er bara að festast aftur. En allavega, þá fer ég á klóstið og bara svona svona að gera þessar léttu þarfir mínu, skilur, sem leiðir að ég get sér ekki staðið. Og ég er bara axlar, ég situr og ég bara svona, svona sem þetta endar. Bara, ég er B1, skilur, bara, ég er ekki með síma, ég er með tölvunum mínu. Bara Elvis Presley bara. Meira minna, þannig að ég skaut ekki sjónum mitt. Eitthvað jákvæmt. En allavega, og ég er eitthvað, ok, sko, ég það greina að finna einhvern til að koma inn á bjarga mér á svona aðstæðum. En ég er klálega ekki að fara að fá hann inn í íbúðinu mínu, bara með buxurnar á hælunum, skilur, og ekki bara skeina mér. Þannig ég er eitthvað mösla þrú, skilur, bara tek bara sálsöka skein bara ever, skilur, og ég bara hef aldrei gert mig mikla grein fyrir bara hvað litlu hlutin í lífinu skiptir miklu máli. Og svo ég búin í því að ég bara svona, ok, ég er náðu að gera þetta og svona andi inn, andi út, skilur. Svo ég bara svona, ok, áni hringi ykkur, það er svona ná nærbusunum upp með mig, skilur. Og það er svona, ég er eitthvað að jugga mér eitthvað, skilur, eins og einhver fucking úr skóplinuna. Og svo er ég bara, fer ég í töluna og ég bara svona, ok, ég þarf að finna hérna eitthvað sem getur pekað mig upp, skilur. Þannig að Halloween. Þannig að allir eru auðvitað, ef fólk er online og annar borð, þá er útextra fullt. Og ein mannska sem ég treysti mér til þess að geta kannski hringt í, sem var online, það fyrrverandi kærasta mín. Og að hringa í fyrrverandi kærasta svona á klósinu, fastur í bakinu, er ekki your proudest moment í neinu kringstæðum. En hvað þá þegar hún er í Halloween party minn, nú er þetta kærasta. Þannig að ég hringi hann og hún bara, hey, láttu við heist. Og ég bara, já, hvað getur gett eitthvað fyrir því? Ég bara, heyrðu, ég er læstur í bakinu á klósinu heima mér og ég þarf alveg að komast upp á slísó. Hún er bara grenjur og hlátri. Ég hefði gert það sama ef einhverju hringtími með henni boðskap. Allt góð. Og ég bara, já, heyrðu hana, og hún bara, hvernig það komst inn í íbúðin? Hann læst framhörn upp í þér. Ég bara, þú eru bara dinglað á gamla fólkinu á móti. Vinur minn var að fara, þannig að hurðin mín er ólæst. Og þau mæta. Bara, God bless your souls, bara beintur Halloween party, skilur. Kallinn hennar er edrú, skilur, og það fyrsta sem ég sé bara þegar ég er fastur á klósinu er bara gælla sem er klæddur svo morðuðu trúður og gaur sem er klæddur svo munkur í Diddy-partí sem er náttúrulega og ég fór að hlæða svo mikið að ég fekk bara meira og meira takk í bakið og ég bara var ekkert að ráða við þetta, skilur. Allt er góð. Og þau eitthvað ná, rífa mann eitthvað á fætur og bara bera mann eitthvað niður, skilur, og ég þarf að mæta eitthvað nákvæmlega leiðin, ég er stjórn í húsfélaginu mínu, skilur, þannig að ég var frekar glata atriði að vera eitthvað borin að eitthvað Halloween-liðana, mæta með slísó. Það er enginn sem er ekki Halloween-búningu upp á slísó þegar ég mæta upp á slísó. Það er annarkoð fólk sem er búið að detta hoppjólum og fullt í Halloween-búningum, eða eitthvað sem búið að berja, og það er búið óveðandi í Halloween-búningum. Og svo bara ég, borin hann inn að einhverju fólki. En þetta er nógu fyndið. Það sem ég var að hugsa út af þessu. Svo ég lenti í mannráni fyrir nokkrum mánuðum síðan. Eins og þú veist. Sem var hana ef ég væri minni maður, það örugglega meira áhrif á mig en hana PTSD-ið var erfitt í smá stund. Ég fór að hugsa hana þegar ég var fastur á klósinu. Hvort það sé verra að vera bara fastur á klósinu og geta ekki hreyft sig, eða verið í haldi og fá að fara á klósið? Þetta er erfið spurning. Ég er eiginlega komin á niðurstöðu, sko. Ég held að það sé betra að vera í haldi og fá að fara á klósið. Já, það. Já, ég meina, þú veist, það er alveg fyndið saga. Þetta er svo neyðalegt samt, sko, ef þú setur þetta í þannig samingi, ok, mér var rænt, ég gæti ekki stjórna aðstæðunum,
eða bara ég var Ég kann ekki fastur stjórna þessum aðstæðum heldur, skilur. Nei, en þetta er svona meira já. niðurlægjandi aðstæður svona, herri, já, ég var sóttur á klósitum en ég var að skýta ég myndi segja að það veri verra Já, sko, upp svona public facing dæmi, skilur. Já, Innan við, skilur, en bara máli er náttúrulega að sko, svo fyrir ég að hugsa út frá þessu, skilur, út af ég svona, kalda einhver og svona dæmi og svona núna í dag, skilur, eins og þetta var erfitt þegar ég lendi í þessu city, þá er þetta svo ógeðslega fyndið saga. Það er með mannurinn? Já, við rættum það ekki senustu vastíðna. Við rættum ekki neitt, skilur, við ætlum að geima það getur betri tíma eins og allt annars við ætlum að tala um. Já, ok. Nei, og sko málið að eins og þannig, skilur, ég fyrst eftir þetta, ég var í fucking klessu, skilur, ég bara skætti ekki sofa á hann svo með kveitt ljósi, skilur, eftir mannurinn, já. Já, maður, og ég bara svaf með hníf undir koddanum bara og svaf bara í fötunum, skilur, ég var bara með áhugur einhver kemur hindi mér bara alltaf, skilur, bara hefur þannig áhrif á mig. Já, þú varst tekin gíslingu hvað lengi? 19 klukkutíma. Hvað sér þú? 19 klukkutíma. 19 klukkutíma. Og laf með kúpinni í allar tíman, skilur, og bara braut með hendina og braut beinina í hliðinu og eitthvað dæmi, skilur, ég var alveg klessu öðrina. Já. En allavega að ég fór eitthvað að hugsa út í þetta og ég lærði mikilvæga leksi hana. Það skipta mér ekki af hluti sem komur ekki við. Það er eitthvað, og þessi gauð, skilur, þetta er góða vinn, mikið væntum hann, skilur, og ég bara, ég er ekki grimm, ég er enda væntum hann, skilur, þetta er allt, skilur. Þetta er bara hljóma súrrealist, sem þú segja. Ég veit það maður, bara lífið er fucking súrrealist, skilur, og við vaksum með mynd og Scott Henneman på vegg hér, skilur, og ég var alltaf ekki að búa til fóreldrað til í. En allavega, ég hann eitthvað, það er bara heima að spila NBA 2K, skilur, as you do, og hann ringdi í mig og var þessi vinnur í einhverju buggi og ég bara, kemur ekki við ég ætla að spila 2K áfram og svo bara kemur samanskupið og ég bara, ég verður að skipta mér á þessu ringi annan gæðan og ég bara, hvað, þú erum einhverja fokkin stæla við einhverja lalala og við þekkir hann að gauður bara hættu sér kæfta og hann bara, ekki mál, bakka strax svo ringi hann er brálar og ég bara, ég ætla að fara í hitt hann, skilja bara róa þess aðstæðnir og ég náttúrulega svona, hvað gerir með að róa okkur nýr þú býður á fjölfærnstað og við hittum við bara ég gáði að borða og fengum við bjóra og eitthvað svona og ég svona, hefurlega lagað þessu gæja og hann var besti vinn Lillbrannis á þessu tíma, skilur, og bara mikið mjög væntum henni strák bara að taka það fullkomlega fram, skilur og bara allt sem ég er að fara að segja núna er ekkert sem reflekta illa á hann bara gaurinn er bara gengin verri hluti en ég er gengin það er bara píst á þeim, skilur og líka bara fyrirgefningin í hjartana, skilur því að vera ekki reyðull í sjálfum sig eða reyðull innan en allt í góði og síðan, þú veist, eitthvað er ég bara, þegar við erum búin að borða og við erum búin að leysa þessi mál, ég bara, ekki bara kíkja hindi mín og mynda eitthvað og hann bara, ok, gera það, við erum komað þessi við heim með mér og ég bara, ok og ég bara, ekkert mál, skil, bara gera það og ok, hefur þið komið inn á svona ógeðslan stað svona ógeðslegt heimili? Já, nákvæmlega Ég fara á mjög svipulaði það er sér að segja, skil, ég veit og ég skoði en þú veist bara, þegar þú kemur á útidurhurni og þú veist bara að það er ógefa í gangi hérna innan til Já, bara slæm orka bara frá húsinu Já, ég meina, þú bara búið að sparka hurðinu þarna inn Já, ok, maður bara strax bara, ok, það er eitthvað hérna við gengið eitthvað Svo bara, ég labbi inn í íbúðinu, fyrst sem ég sé, sko, hinn með við gangin, það er ískapur og eðlilegt en á þessum ískap var búið að mála svo fjólubláður sem betið niður og svo fristi neðst og það settur búið að skrifa bleikutús bara dope ég bara, vá, þetta er greinlega mikið að löggum búið að vera mæta hann skilja og svo er bara, þetta er hér það var drullega útskilum að klára allt í góðu og ég ekki að labba hann inn skilja og sem við talum þú veist þér, hann kemur einhversa vinna sem þú sérði þig ekki í gólfi fyrir rusli það er hvað veit þannig atriði skilja ég labba hann inn og eini hlutun sem er inn á þessu heimili sem er af einhver svona alvöru verðmæti er bara besta sjónvarp sem ég séð þetta 80 topi Coolhead sjónvarp skilju aldrei séð annars þetta var 2019 skilju þetta var bara þetta sjónvarp hefur svona 3 milljónir eitthvað þetta tæp ég bara ok geggjað skilju og ég setja svona eitthvað niður og bara eins og eðlum manni þá líður mér ekki sérstaklega vel í ruslahúi skilju því að sameiginlegt verðmæti alls annars en inni verið svo 700 kall þetta voru bara umbúðir okkur drasli líka þetta var þessu skilju og ég náttúrulega þar að leiðandi fyrir eitthvað svona aðeins svona pressa á gæðin það er ekki bara fara að kíkja til mín skilju bara það sem er actually bara stólar og sófar og þú sér eitthvað annað heldur en Nestle-auglýsingar skilju á gólfinu og hann eitthvað byrjar að fá svona ránkomindur um mig ég hljóti að vera að leiða sig í gildru skilju því að ég er að reyna að þrýsta honum eitthvað yfir til mín skilju bara það hljóti einhverju að bíða og að gaurinn svo að friða þetta með hann er örugglega bíðandi heima hjá þér og ég bara svona og hann byrjar að vera eitthvað smá geðugur og ég bara byrja ekki að stressa mig strax skilju ég bara hann er bara smá rugglar
og svo eitthvað þróast þetta og ég ekkert svona byrjaði að hræddur hann eitthvað svona verið að hlera föt í hérna og ég bara eitthvað ég skal alveg skipta föt fyrir því að þú heldur þessi verið að hlera fötum ég actually gerði það og minna gaurin miklu herri hann hæði þig eitthvað okay. ég ímynda hvernig ég lít út í joggifötum á svona og ég lít út þessi bara sirkustjál og ég bara ok og sestu nýður hann eitthvað í fötunum hans og hann eitthvað, þú veist, og þá kemur náttúrulega og hann strappa mig með þessum ströppum Gerði það síðan? Já, hann gerði það okay. og ég var ennþá bara eitthvað svona og ég þekki alveg gæðin, skilur hann hann bara eitthvað smá interlút þannig ég var ekki byrjað að vera eitthvað stressa með eitthvað yfir og svo erum við bara hana og svo líka svona 3 klutur hann ekki byrjað að berja hann ásaka mig alls konar kæftu og eitthvað dæma og ég bara eitthvað, þú ert geðugur, skilur og ég bara, var ekki að segja það fyrir mig, það eitthvað vesen, skilur síðan ég bara eitthvað, heyrðu þannig að halda við mikið lengur get ekki alveg að horta á sjónvarp eða og bara, ég horf ekki á sjónvarp og ég bara lítið kringum ég bara svo, af hverju þá eini hluturinn of worth í þessari íbúð bara geðu ekki þessa sjónvarp sem ég séð hvað er bara að lesa nammiumbúðir alltaf daginn og ég bara segja hvað er maður að hugsa og hann eitthvað, ég horf bara á dýrlýsmyndir og ég bara, let's go maður ég bara elska dýr og hann sýrði eitthvað heimildi mynd á hann eitthvað dýrlýsmynd og ég elska þvottabinni það þriðið upp á stýri mitt og þetta var heimildi myndið þvottabinni og ég meina, veist að þvottabinni eru kallaðar ruslapöndur og þetta er bara búið ruslagáma þeir eru bara illa góðir, þeir eru hunda eða þau býta þig og bara þetta er einn ástæð sem er upp á stýri minn og bara, þú ert aldrei að fara að sigra þennan gaur hann er bara að sigra þig allt er góð og ég svona gleymi eiginlega ég sé haldi, ég veit ekki hvort ég var komið eitthvað Stockholm-syndrom eða hvort þetta var bara svona góð heimildi myndið þvottabinni svona geða eitthvað sjónvarpi, við vorum bara að tala eðlilegan hlutina, skilur, eitthvað svona síðan gerir mér grein fyrir að gaurinn er geða eitthvað þegar hann horfir að gama frá, Bjarni, stundum fílaði ég bara að leggast í snjóin og horfa á stjörnunar og ég bara, þessi gaur er að fara að drepa mig maður Var það sem þú fattar? Það var ekki Nei, það var bara þegar hann sagði þetta skipti föt og þetta þetta hljómar er bara eitthvað svona þetta er eitthvað svona Fargo level insanity stundum þá bara horfa upp í himnin og hugsa stjörnunar og ég bara þessi fucking döður það var því sem bara ennskil og ég ok, geggjað hann og þá skiptir hann sjónvarsinni og hann situr á svona live feed af international geimstöðinni og þú getur farið bara, þú kynnist við bara á nasa.org og séu þetta svona sjónvarp og byrjar svona að benda eitthvað á geimstöðina sérðu fólkið og ég bara svona, ok held gaurin í alvörinu að sé fólk að labba utan á geimstöðinni eða er það að tjekka á því hvort að ég sé svona samfarninu sem nógu geðugur að sé fólk að labba utan á geimstöðinni og ég meina, þetta er svona sticky question, skilur og ég bara svona, ok, er ég að fara að segja bara út geðugur, það er ekkert fólk geimstöðinni er ég að fara að segja bara, já ég sé fólki á geimstöðinni og ég bara svona, ok, bara ég sagði bara, það er ekkert fólk á þessu geimstöð ég var að tjekka á þér og ég bara, holy shit, þetta er feir bara thank you intuition bara fyrir að gera þetta svona og svo bara verða hann bara geðugur skilur og bara svona málið og veist svona gæjar sem er onni svona þeir eru búin að vaka í svona 7 daga plús og bara svona ljósastöru ráðast á því þegar þú eru út að labba á eitthvað svona demo og svona paranoia en er komin alveg bara það ég hef ekki vakað svona lengi en bara þetta er sem ég skilist að Já, síðan gleymum við líka að segja hann er alveg út úr steraður þessi náðingi sko eina sem hann gerði það meðan ég var hann var að sprauta sem ég styrnum sprauta sem ég spýtti hann alltaf ekki fyrir fram mig ég bara var alltaf að fara fram mig ég vissi hann náttúrulega hvað er í gangi Já, hann er alveg stór þessi náðingi Já, hann stór, skilur og líka bara alveg grimmur skilur bara getur tekið mig í gegn bara auðvitað það sé erfitt að taka mig í gegn Svo þarna ertu komin í aðstæður það er búið að binda hendurinn saman og tekur allt á stóru fötum horfandi á dýralismynd búið að skipta yfir í einhverja geimmynd og spyrja hvort það sé að vera að lappa utan á geimstöðinni þetta er alveg svolítið þroska eftir aðstæður Já, hann er komið svo 5 tíma inn skilur veitu hvað, ég bara, jæja hvað gerist núna skilur og síðan, þú veist eitthvað ég man ekki alveg hvað hann er vinur bróðum og ég og náttúrulega hún veist hvernig sagði mínu bróðum segir skilur með hann svona döðsfullin og hann svona dæfi kring okkur ég er ekki að taka þér vel ef einhver fyrir að segja eitthvað neikvægt mínu samskipti við litlu bróðum minn og við stöndum saman og var eitthvað sem hann sagði sem gerði eitthvað verkum ég var eitthvað mókar skilur og þá byrjar svona geð ekki fyrir alveg skilur gauðin bara byrjar að ógna mér skilur og er bara eitthvað þú veist nær í kúbein og eitthvað svona dæmi og byrjar eitthvað að berja mig í upphallegin eitthvað og hann brýtur með hendina skilur og hann geði mig valin hvort það sko að berja ofan á hendina mér að berja mig í hausinn í kúbeinu og ég er bara auðvitað lifir mig í hendina skilur berja mig í hausinn og bara brautur með hendina skilur og síðan var ég bara eitthvað stutt eftir það var ég bara fuck ég þarf að kúka mér og það var What? Já, og það var þessum sem ég bara hugsa út í þetta þegar ég var að klósa út ég var bara þannig og ég bara svona hóra á gaurin ég bara svona ég þarf að fara að kúka og bara núna hefur hún bara 3 völ það bara ætla að losa strappan á löpnum og lefa mér lappinu klósa sem getur kúkað ætla að bera mér klósa og ég bara kúka á mér
Hvernig endaði þetta? Hann losaði strappinu og löpunum og leifur lappinu klósett. Ok. Og horfðu að náðu kúka eða fækst það? Nei, ég fekk að vera að fara einn og hei, bró, við erum á 4. hæð í einhverju félagsbústað, Ok. Hvað á ég að gera? Maður er bara að fylgjast með aðstæðunum. Og fyrir utan að vera með bronna hendi. Þetta er svona mesta martröðu mín, að standa ykkur og horfa með kúka, það er ræðilegt. Það er ekki málið, sko. Ég veit ekki hvort ef ég ætti að velja milli hendi eða horfa með kúka, það er Ég myndi velja hendina og sennilega frekar láta horfa með kúka, sko, ef ég var að segja það. Og ég fæ alltaf skadabönd fyrir hendina, ég fæ ekki skadabönd fyrir að horfa með kúka. Það er ekki nógu mikill andlegur skaði til þess að ríkið sé að vera bara með það saman og bara hæra þessi guð á skadaböndi, skilur. Anyway. Fuck, þetta er dark, maður. Anyway, ok, svo ég komin inn á klósett, þetta er í enn á húsunum hann sem hann í Kallinsoni. Það er svona skáþak og svona þakklukar á klósettinu, þetta er á efstæðin, skilur. Og ég hugsaði, ég er náttúrulega hálfgjörn Spiderman, ég gæti kannski klifur út í glugganum, svo er ég með brotna hendi, og ég hífa mig upp með einni hendi, hvað ætla ég að gera þegar ég komin út? Sita upp á bálkinu bara, hjálp! Á 4. hæð bara eitthvað í túnunum, skilur, það er ekki bara að taka eftir mér. Þannig ég ákveð bara hustle through, bara klára hann eitthvað, og aftur, ég fór líka að hugsa mér út í það, og það var erfitt að skeina sér svona, erfitt að skeina sér með strappa. Er það hægt, eða? Ég kom staðið að það er hægt. Ok. Og annars var ég ekki hér. Ég var sem að Gunni ekki bara myndi dauða í ég kalla á hann og þú mátt að skeina mér. Ok, allt góð. Og þannig að síðan eitthvað erum við konið fram og eitthvað svona dæmi og þetta eskalator skilur og svo bara þróast þetta yfir í bara og ég er náttúrulega batið í símanum og það er engin áhugur af mér ég er svona gaurslari, ég læði mig hverfa ef ég er eitthvað þunglítur eitthvað svona dæmi. Þannig að fólk hefur ringi mig og bara hann er bara að eiga slæmt moment skilur. Og ég bara haldi að ég sé bara heima með að horfa vídeo eitthvað. En nei, ég var ekki heima með að horfa vídeo, ég var að horfa þvottabjarnarmynd hjá einhverju gaur sem var alltaf að berja myndi dauða með kúpunni, skilju, en sem er svona svipað þess að horfa vídeo heima með mér. En þannig að, ok, og allt er góð. Síðan, þú veist, náttúrulega, þú veist, við þurfum ekki að fara út í kannski alveg smáatriði við þetta. Við erum bara orðað þannig, ég hef aldrei orðið vitni af jafn mikill geðveiki og þetta er bara svona ruglið sem gæinn trúði og var að segja við mig, hvort sem það fór yfir úr white supremacy yfir í sko píramítana yfir í að sína mér eitthvað málverk sem hann hefði verið að mála á eitthvað svona dæmi svona þessum milli sem hann myndi eftir að hann var að berja mig þetta var bara hverjum farin og síðan eitthvað á einhverju tímbúti skilur á hana eitthvað og þannig brotið með hendina og svo brotið með ribbinni líka hérna skilur með einhverju kúpunni ég eitthvað svona og ég var svona og hann og litlbróðum voru bestu vinir og við þess að sannfærin ég bara svona hvað heldur að litlbróðum minni finnast þetta sem er í gangi hérna núna hvað heldur að litlbróðum minni finnast þetta drifmi skilur og ég skal bara fengi hann bara koma á staði og ég bara yes ég veit að bróðum minn er ekki að fara að taka þátt í þessu kæta hann er í edru okay. Og hann eitthvað situr síman og spíkar og bara sjá þetta hringir eitthvað bróðum bara hvað viltu það komið alveg nóg á þessu gæja og gæðin bara veistu hvernig ég er með hann hvernig óskupæri ég veit hvernig þú er með hann bara Bjarnar bróðin og ekki bara svona þögn í síman svo er þetta svona hálfa mínútu eitthvað bara hvað ertu eitthvað vangiðin og bara fyrir eitthvað afsís og við erum eitthvað, ég er bara ok, og ég er að hlaupa breiðina út, skilur, ég er bundin á höndum og fótum, skilur, ég er alltaf stóru fötum. Og þarna er stórum brotin. Já, ég er brotin í alltaf stóru fötum. Og bara hoppi svo einhver brotin kanin og dettur niður tröppunar eitthvað, hvernig það góðist út, skilur, það er ekki sens. Hann er örugglega náð mér að leiðin og stútið mér verð. Það er ég bara að sitja og bíða, í símanum og talaði bróðin. Svo ég gef mér gæði tilbaka, þetta er svo fucking vitið. Það gefur tilbaka, ég held að ég og bróðin séum ekki vinir lengur ég bara, nei, heldur það? Hvernig óskopunni dettur það í huga því séu ekki vinir lengur að reyna að drepa bróður að segja svo heldur þetta áfram að lifa með einhver meira og svo bara dingla bjölli og ég hugsa, ég bara, please, bróður ekki hafa hringt í strákana vin okkar og safna saman einhver hópur þessi gaur getur drepið með hann þegar góðst upp tröfnar please, segðu mér að hringt í lögguna hann hafði hringt í lögguna sem byrjar og gæðin eitthvað svona, við leðum ekki sem gefum til löggan og kemur einhver tíminn og bara, hvað erum við ekki alveg góðir? Og ég bara, jú, við höfum bara aldrei verið betri, skilur. Og það er eitthvað, losa straffana og höndunum á fótunum. Og ég er náttúrulega bara eitthvað, og finnst eitthvað niður að tala á lögguna. Ég bara leggst í fósturstellingun út í hot, skilur, enn eitthvað. Og bara, at this point, bara tökum það frá mig. Hann var að berja mig með spýtan. Ég var búinn að kúka á mig þetta time, skilur. Og ég bara liggur út í horni, búinn að kúka á mig. Þetta er 19 klukkutíma af að segja hann að neo-nazism bullshit skilja að láta berja mig. Og ég bara, síðan bara, þú veist, ok, þú veist, ef þú lendir í mannunum, þetta er bara hot tip fyrir fólk. Ef að löggan kemur og spyrir þig, ertu í einhverju vandræðum? Og þú segir nei, þá megar ekki gera neitt. Þú verður að votta fyrir það að þú sért
í aðstæðanum og því sönnunarbyrðin eru þér, skilur, þetta hvað við og og kemur löggugella upp, þetta mitt sumar þetta bara ekki gella sem bara fara að skrá sig í lögfræðina og það bara fyllinningur af vörkás og gella kemur inn, hún bara semur út í horni og hún bara handtaka hann strax og það var ekki sem spurður og það bara, hvað er þetta gauð líka í fósistillingu út í horni í einhverju trúðafötum, skilur það sé eitthvað vandræði í káki, skilur ok, allt góð og svo spyrum mig, hvað alltaf lagi með þau og ég bara, nei ekki alltaf lagi með mig og ég hef aldrei ánæri sjá lögreglun hins vegar á æfinni og hún bara ég svona heyrðu hana og það, má ég nokkuð fara í föti mín eða og hún bara já, auðvitað og ég bara ok, ég þarf að fara úr skilur, fötunum og ég fer í góð peysunni og ég marinn og blár í drasl skilur lögreglun sagði bara Guð minn góður eitthvað því ég kom inn á peysuna og ég bara viltu taka þessa djöfisins vettvangsmyndi bara núna strax skilur ég ætla ekki að klæða mig úr eða í peysu aftur í kvöld það var bara það vond hún tekur einhverja myndir og eitthvað svona dót skilur og svo eitthvað hana láta keyra upp á slys ég bara nei ég ætla að býða hana og það kemur alvöru lögga ekkert illa mynd af því en ég vil að koma ykkur frá fokkin miðlari gagnadildina að tala við mig skilur Tæknidildinni já ég vil bara aðgreiða þetta mál núna skilur og það kemur einhverja gæði, yndislega strákur skilur þessi kemur hann og bara að tala og ég ekki útskrifa fyrir bara þetta er þarna og bara eitthvað svona útskrifa fyrir aðstæðanur og eitthvað svona dót skilur og hann eitthvað, vá, þetta er hræðilegt og bara sjálfsögðu skilur sem þetta var síðan er hann eitthvað eftir þetta og ég ætla að keyra upp á slys og ég bara, nei, ég ætla að heimta mín í sturtu kúka á mig skilur, hvað er mér nokkið að fara upp slys og hann er búin að fara í sturtu þannig að ég skakla með eitthvað heimti mín skilur halda hendinu uppi til þess að blæði ekki með sjúkrabíl upp á slys nei, ég labbaði heimti mín þetta heimur þrjum göttu fyrir ofan og ég var að halda hendinu uppi og blæti ekki á liðina í fingrunum skilur og ég kem heim svo gerir mig greið fyrir því ég kom hana út úr henni ég kemst ekkert onni í vasa til að taka lyklan upp skilur og gamla konan, bless her soul sem býr á móti mig, kemur fram og bara Bjarni minn er ekki alltaf lagið með og ég bara, nei ég bara getur nokkuð farið í vasa minn og náði lyklanum mín og svo ég komist inn í íbúð og hún bara, já, auðvitað ekkert mál ég bara, hún er ekki að gera þetta, því ég kemur í íbúð ég bara spring úr hlátri, ég er ekki spennufalli bara, ég var alls í stað það er hvað ég ætla líka bara bara í andlu bara turmoil alveg og allt er góð og ég er ekki að koma inn og það sem ég komst að, veistu hvað var skrýnstöld veistu hvað var að síða sem ég langaði að gera því ég voru að vissum að gaurum frá drömmi mér langaði bara að hlusta á eitt lag what? já, það var bara að síða sem ég hugsa hvaða lag var það? ég veit að óska ekkert að fæ ekki heyra Pounds Up með M.O.P. einu sinni enn það er eitthvað lag sem engin annar myndi nokkuð til að hugsa út í ég var sem M.O.P. sjálfur myndi hugsa út í þetta lag sér til og þetta er að síðast á útskýring þetta er síðast sem ég var bara ég veit að óska ekkert að hlusta á Pounds Up með M.O.P. einu sinni enn það er magnað já, og síðan fer ég hann eitthvað ég fer í sturtu og eitthvað svona dót og tek myndir sjálfur af þessu öllu sem ég er bara með á símunni ég bara sýndi þetta við getum þetta bara bætt í inn ég með þetta alltaf ná og ég á saman við bróðum við erum svona gangið tíman tvenna og ég hringi bróðum ég er bara hæ hann bara, ertu laus? og ég bara, já, getur þú komið að sækja mig og skutt mig bara slys og hann bara, já, ég er leiðin, bara sjálfsög og svo þegar ég kemur niður skilur inn í bílans og ég er eitthvað, þú segir að láta ekki blæðin og liðin og svona dæmi, hann fyrir að hlæja svo mikið þegar það sér mig, skilur og ég fyrir að hlæja svo mikið ég er náttúrulega öll riðbenni brotin það er bara ókvæmt, ég bara hætti að láta mig hlæja ég get ekki meira, skilur, bara eitthvað lalla hann er eitthvað, drýmur eitthvað slys ég kemur bara slys og ég er labbað það, skilur bara greinilega, og þetta er í miður COVID fyrst sem gerist það, kemur eitthvað hjúka labbað mót mér og hún er bara eitthvað ertu með eitthvað flensueinkenni? Og ég bara, nei, ég er ekki með helvítis flensueinkenni, skilur ég bara hleypti mér inn núna, ég vil að laga mig strax, skilur ég og fór ekki inn og þú veist, ég veit ekki hvort að hefur heilt konceptið eiginlega sjúklingur nei, er það bara manneskja sem er alltaf veika? Já, er svona gauðra sem ákveða að ég sé alltaf veikir skilur, bara svona gauðra sem þarf ekkert að vera í hjólastól en ég er í hjólastól, skilur, bara svona gauðra sem bara sá að örorkubætur eru bara mega þeng, skilur það var einn þannig, hann upp á slísvaðan og er í miðju COVID, hann allir annarkvæmt bara að deyja úr einhverju fake flensu eða þá bara ég hann sem búið að berja að klessa með kúpunni, skilur með grímu á mér út, ég er náttúrulega má ekki vera með flensuenginni, skilur og ég er eitthvað að hlusta á gæðan, skilur og hann er hann eitthvað í ákvæmst, hann bara og svo vil ég fá alvöru skingu, ekkert helvítis malakoff þegar ég fer inn á eitthvað svo dæmi og ég bara hlustandi ruggli í þessu gaur, ég bara endur á því, ég stempur upp, ég bara, jó, það er bara fólk sem bara er í alveg, bara þarf að aðstoða að halda, drullar í burtu fyrir þessari fokkin afkvæmslu, skilju. Já. Gaurinn reklar sér eitthvað undanlega gerfi í hjólasólinu sínu, skilju, gerðin afkvæmslu, eða bara eitthvað, takk, og ég bara eitthvað,
Þú ekkert mál, ég bara þetta alltaf svona, hún bara, já, þetta svona hverju einasta kvöldi. Það bara alltaf einn gaur bara, sem bara, þarf ekki að vera þarna. Sem þarna að byggja skingu í staðinn fyrir málgóð. Það var það sem ég las út af það stæmi, ég veit ekki hvað það sé alveg þannig, en þetta eitthvað sambarlegt. Anyway, og þetta bara, þú veist, ég ekki búin að hugsa þetta moment, eiginlega bara síðan svona 2021 eða eitthvað. Þegar ég byrjaði að skrifa kvikmyndahandritum mitt út, þetta bara svo fyndið saga. Og ég er búin að lesa þess, ég er búin að skrifa inn út, ég er búin að gera þetta miklu betur þar, skilja. En allavega, þangað til ég var fastur á klósinu þannig, ég var að upplifa nákvæmlega sama vannmátt. Það var svona flashback. Já, eins og að geta ekki skemmt sér að vera fastur á klósiti og geta ekki hýft upp sér buxurnar á Halloweenu miðanótt sambarlega slæmt eins og að vera í gíslingu. Sorry, ég hlæma. Ég kem bara úr svo súrum með heimi, sko. Þetta bara svo ógeðslega fyndið allt, við báða hluti. Og svo þegar við töluðum það í gær, sko, við ætlum að taka þetta upp í kvöld, skilja, þá var ég ennþá læstur í bakinu og svo var ég bara áðan að fá mig bjór, sko, mér tókst að poppa tauginn út, ég er bara svona, góður, ég hreift mig, ég get aftur að fara að dansa og eitthvað. Og ég var alveg fann að sætta mig við það, ég myndi bara aldrei vera heill aftur. Og maður heldur alltaf að það er eitthvað ammanni, skilja, bara ég verð aldrei samur. Þetta er bara búið núna, bara, this is where it ends, bara. En er hann eitthvað búin að hafa samband við þessi maður? Byrja afsökunar eða... Er hann búin að reyna það? Eins vel og íslenskt réttarkerfi virkar, hann var gæinn alltaf bara komin út úr haldi bara eftir 3 vikur eða eitthvað. Já. Skilur hvað við? Og ég er eitthvað að labba niður laugina, heyri bara, Bjarni, bara eitthvað, og þá ætlaði gæinn eitthvað að beða mig afsökunar, og ég bara, hei, þú ert ströngu skipinu, bara tala ekki við mig, skilur. Það var bara vín okkur með mér og bandið eitthvað með þetta. Svo kom ég vekk fyrir okkar frekari samskipti á hann að fyrir eitthvað suður meira, skilur. Ég var búin að biðja það, er það ekkert gert í þessu, skilur. Og því að ég bara svona bæði, þú veist, ég komið nóg að gera eitthvað við mig, skilur. Og svo líka bara með samangað gæðinum, farið hvað við. En, ok, og svo til þess að undirstrykja hvað íslensk rétti gera á það til að skýta upp á bak. Það sem gerist bara daginn eftir að þetta gerist, þá reynir hann að stinga leiðusála sinni til dauða á því hann er með eitthvað rángstundið það og það myndi var einhver gæla sem er að þingi og eitthvað svona dæmi sem hann á að koma til greifum til blöðunum, skilja, sem hann á að skera henni hálsinn og eitthvað og hún þóttist vera dauð til þess að gauðinni færi og eitthvað. Var hann ekki þvottahús eða eitthvað? Hann kemur inn í þvottahús Jú, hann kemur inn í þvottahús bara, stingur hana. Já, hann kemur bara beint í hana, skilja. Ég fór að hitta þá gælu bara eitthvað útskýra fyrir henni, bara bakgrunn mannsins og hvað það væri hellað. Já. Þetta er rosalegt, sko. Þetta hefði getið verið þú. Hann hefði getið að byrja að stinga þig þarna í stólunum. Já, ég veit það, en ég meina... Óhugnaleg. Ég fór líka að hugsa sér núna bara út frá þessu. Heldur að hún eigi einhverjum svona sambærilega lýsingu við þetta sem lendi í henni, sem ég var sambærilega lýsingu við það hvað er erfitt að vera fastur á klósinu og geta ekki skemmt sér. Heldur þessi þingur sé eitthvað bara núna bara, já, herri, núna skil ég þetta. Ég vil ekki vera að draga eitthvað svoleiðis inn í lífgreið konunnar og ég óskanni bara góð skengis. Nei, bara písa herdi sem maður, ég bara segja það. En allan, þetta var ævintýraleg vika sem ég búin að eiga hana, skilur við. Þetta er þetta rosaleg saga, sko. Já, en ég meina, þú veist, það bara hefur alveg gott að láta berja sig við á því, sko. Og það er bara eða gott að láta aðeins að auðmýkja sig, sko. Og ég er að segja bara, núna í dag, því ég horfa tilbaka, þetta gerði mér ógeðslega gott. Ég er bara svona, og það var bara ógeðslega mikið kokkiness og svona dæmi, bara svo dósald út í mig við þetta og ég er ættur að skipta hluti sem komur mér ekki við og ég líka bara sé hlutina svolítið öðru ljósi. Þannig að bara ef þú lítur jákvæmt á hlutina þá þetta er bara góð reynsla fyrir líf mitt, skilur. Þetta gerir maður betri manni. Þar höfum við það, þetta er allir að láta lemja sig allavega einu sinni á lífsleiðinni. Oftar en einu sinni, maður. Ég vil meina, allt sé það þrendir. Þetta er í 3. skipti sem ég er bara almennilega. Þetta er eitthvað sem ég segi mjög reglulega, allt er þegar þrendir. Ég er svolítið með töluna 3 í hausnum. Rosalega innhverfum það, já, sko. Já, 33, það er þrýningurinn, skilur. Það er 3 undirstaðan að öllu eitthvað. Já, nákvæmlega sem 77 er undirstaðan öllu líka. Já, en sko, við rættum þetta oft, það er nú búið að koma fram í hérna, ég kemur þetta úr rosalega hörðum heimi og elst upp bara á rosalega sjúkanhátt og það sem þú ert að segja var bara rosalega svona venjulegur hluti af lífinu mínu. Ekki það, ég hef sjálfur lent í gíslatöku en maður var oft vitni á svona hlutum. Já, nákvæmlega. Og til að tjá mig meira um það þarf ég að fara að tjá mig við lögfræðing hérna og spyrja hvað ég má segja og hvað ég má ekki segja í þessu podcasti. Það er ekki bara sýta þarna eitthvað. Það þarf að hafa eitthvað lögfræðing hérna í hliðina mig, má ég segja þetta? Hættu þessu! En sko, það var eitt þarna og ég rætti þetta áður að í undirheimanum þá voru það sem kallað handrökkarar og sko, það var alltaf verið að setja út á það. En ef þú ert í undirheimanum þá ertu búin að skrifa upp á og takir þátt í ákveðnu leik. Þú ert bara að taka segjum 15 milljóna krónar lán í fíkniefnum og borgar það ekki. Þá
þá ertu búin að skrifa undir það að þú verður lamin í staðinn. Já. Þannig virka bara undirheiminir. Það er einhvern veginn þannig. Þannig virka líka bara löglega örkunarkerfið nema þú bara barinn fjárhagslega. Já, en það er nefnilega málið, sko, það er alltaf bara djöfisins ofbeldi þessu undirheiminum, ok, einmitt, ef ég ætla að ræna 15 milljónum hérna og ætla ekki að borga það, og veist, tek það, þá kemur löggan og ég ætla að streitast á móti, þá er löggan með kylfu og meis og lemuri. Þú veist, þetta er bara sami hlutur. Já, og þú þarft að borga sko alveg 100%, það er bara að koma bara einhver dagsvexti með þessa skuldsögum að búa til með bókan. Já, tala um það, sko. Og fyrir það, þeir eru með dæmi sem heitir Modus. Já, það er og Modus hættir aldrei. Ég er að segja það, meiri líkur á að harðasti krimi í heimi hlífi heldur en Modus, sko. Já, það er alveg rétt, sko. En sko, það sem ég ætlaði að segja er að við ræddum þetta oft á okkar á milli og við erum svo oft vitna þessu. Það var einhverju þarna bara í undirheimunum og þetta er auðvitað staðið fyrir skítalæðið þrífust mikið þarna og voru bara mega drullusokkar og síðan voru bara búin að gera það mikið að það fór einhver brjálæðingur og landið á inn í meðferð og þeir komu bara út góðir menn eftir það bara einhvern veginn fengu bara einhvern veginn svona bara reality check eins og mann kallar á íslensku og þetta, maður sá þetta gerast aftur og aftur og aftur og aftur og sumir hafa bara gott að þeir eru bara svo ógeðslegir í eðlu sínu, eru bara svíkja alla, eru að níðast á minnumáta sem bara kemur einhver gaur og sekta fyrir þá og lemur á í klessu, þeir fara bara inn og koma út góði menn, þannig að þetta er alveg rétt Ertu ekki að spara á þeim bara sko 6 ára af sálfræði tímum og eitthvað svona dæmi með að berja á bara einu svona ógeðslilla Já, bara reality check og ég bara mála það, þú talaðis mikið og viltu vandamálinu og bara geldu fyrir það einu svona og hættur þessu kjafta Já, sko það er einn saga hérna, fyrst við erum að segja sögur, sko, ég verð nú að koma með þessu sögu hérna, bara, ég elska að hlusta á sögur frá þér, þannig að ég bara hlakka til, ég ætla að halla mér aftur bara og gera mig tilbúin, ég vil að segja þetta pop. Þú ert örugglega búin að heyra þessu, en þetta er ekki gróf saga, ég þori ekki alveg að byrja að segja þær strax, sko, eins og ég segi, ég þarf að tala í lögfrækka, en jú, ég er nú búin að segja ykkur á sögur hérna, þegar maður var að koma heim til sín og það var búið að stinga 2 heima og maður bara, ég held ég sé búin að segja hana hérna og maður bara eitthvað 16 ára gammal bara, hey, já, what? Eitthvað voðalega eðlilegt. Já, bara eitthvað svoleiðis. En sko, þessi gaur, ég veit ekki, ég þekki hann ekki persónulega fyrir meðferðina. En þetta er nú frægur einstaklingur, frægur íslendingur, en það er Máni á X-inu. Já. Og ég hafði nú samband við hann að ég var á X-inu sjálfur, sko, og ég talaði við hann eftir ég hætti á X-inu og spurði hann eitthvað að maður skrifa Facebook-status þetta og takkaði í honum og hann gaf mig leyfi fyrir því svo ég ætla nú að taka mig besta leyfi og að því ég skrifa aldrei statusinu og tala þetta hérna en ég heyrði sko að Máni hefði verið í handboltanum og hefði verið bara mest óþólandi maður bara ever sko þannig að og ég heyrði nokkuð sinnum hann skánaði rosalega við þetta talaðu það sem við vorum að tala en Já, þú sparaði hann 6 tíma sálfræði. Já, en það hringi vinur minn í mig einn daginn og ég er bara eitthvað á röltunni hérna niður í bæ og ég held að þetta sé bara, ég man ekki hvort það verið helgi, það skiptir ekki máli og ég er með félaga mínum hann og síðan, hann býr í Þingolstrætinu, það er verið að brjótast inn í húsið mitt og það er verið að fara að lemja mig og ég bara, ok, getur þú hitt mig á klukkunum, kemst út og hann bara, já, ég er að hlaupa akkurat frá húsinu og ég akkurat mæti honu sko á hlaupana frá Þingolstrætinu og ég... Þetta er klukkunni á Lækjartorgi? Já, sem var þetta niður frá. Ég var í Ingólfstorgi og við mætum akkurat á klukkunni bara það sem, já, það sem torgi byrjar eiginlega. Hjá Hérstóð bara? Hvað segirðu? Hjá Hérstóð með ekki? Jú, beint fyrir framan, já, takk. Það eru síðan koma, ég heldur að voru 6 eða 7 manneskjur með og á eftir honum og ég og vinnum minn bara, hei, stoppið sko, þessi vinnum minn sé ekki með hlaupandi tíminn, hann getur ekkert slist, hann er bara ekki þannig típa, hann slæst ekki, þetta er bara svona jolly good gaur. Já, svolítið sem ég bara. Já, þannig að ég segja við þessu gaur, bara, herru, slagið hans á maður og hættu þessu rugli hérna. Og ég vissi að þetta var í Garðabæ en ég segi bara, herri stráka, þið eru úr Garðabæ þannig að gleymi þessu, ég er ekki úr Garðabæ og einn er og ég bara fann það, ég sá það ekki koma en ég fann það og sparkaði hann í pungin á mér bara, ég fann það bara búm Hvað aftur frá það? Nei, hann var á móti mér og ég er eitthvað að tala við hann svona og annarkvort það var hann eða eitthvað í hliðina og ég man bara að það var sparkaði í pungin á mér og ég man eiginlega ekkert hvað gerist næst afli þá, þú veist Það var fast og við það, mér finnst þetta svo dirty move að við bara stökkum á þá bara með nefna og ég og vinur minn og síðan man ég bara næst að þeir eru að hlaupa burtu og eins og við kallmenn vitum ef einhverja konur sem hefur ekki heyrt þetta þá er þetta ólíkt öllu sem þið getur upplifað þetta er eini sásökin sem virkar svona á okkur kallmenn þú far högg á pungin sem er ógeðslega vont það er svona búm eins og sprengja en síðan hægt og rólega þá svona magnast sko sásökin í pungnum upp
og síðan byrjar hann einhvern veginn að rúlla frá punktnum upp í magan og þá ælurur og sá sársauki er bara það versta sem hættur að upplifa en sko þetta að gerast þarna þegar þeir eru að hlaupa burtu þannig ég gríp einn mannina af þessum mönnum sem réðust á okkur þarna og ég hugsa bara, ég ætla að lemja hann í gegnum sársaukann ég ætla bara að breyta sársaukanum í reiði og gerði það og það var hann Máni á X-inu, Harmageddon Máni og síðan fekk ég reyndar þetta var annarkvæmt hann eða vinur sem sparkaði punktunars og þú hefur aldrei fengið svarið það var allavega ekki Máni sko það var ekki Máni og það er nefnilega leiðilega við þetta er að Máni var einu gaurinn sko sem hann var dipló hann var að reyna að stoppa hina gaurinni eða lemja vinn minn og þess vegna komst vinn minn frá þessu hinum gaurum ég vissi það ekki, ég sé bara einhverja 6-7 gaura að koma hlaupandi sko, þannig ég vissi ekki að hann var eitthvað dipló og þeir byrja bara strax eitthvað að rífa kjátt sko og síðan heyri ég frá vini mínum bara, herri, þú landir einu gaurinn sem var eiginlega svona á minni hlið og var það og ég bara nákvæmlega eins og ég var eini gaurinn sem var að skipta bráðarsakar í góðmennsku sem var handtekinn, skilur, og það tekir ekki gíslu nema sko Máni, hann sko já, að því að á þessu tímabili það voru bara allir að slást og ég var í þannig heimi að allir voru að hefna sín og reyndi Garðabæri að hefna sín og það tók mig 20 mínútur að mæta hann upp í Garðabæri með 50 manns Kjarri, ég gleymi ekki að þú ert að hlusta það er gamall vinnur síðan, við erum alltaf að gera grína ég er að gera grína þessu en allavega, málið er sko að ég heyri samt frá vinnumnum að þarna hittur önnur saga með þetta 50 mannstæmi en þarna, ég heyri frá vinnum minn ég hringi, allar Máni hefna sín eitthvað og mér var svo gaman, ég man alltaf þessi Máni sagði þá var hann bara, nei, þessi Máni hann er búin að hringja í meðferð og hann sagði bara, neini, það var fínt að vera lamin núna veit ég hvernig sú lífsreynsla er og mér fannst það svo magna það er humble maður ég er svo ungir þarna, sko, þetta er svo rosalega langt síðan sko. Á hvað aldrei er þið? Bara sér eftir på 20 eða eitthvað já, eitthvað milli 20 og 30 myndi ég búist við og ef eitthvað var lamin á þessum tíma það var alltaf bara, ég ætla að hefna minni, ég ætla að stútuna með það var alltaf að fara í þennan gaur sko ég hef aldrei heyrt bara, það var bara gott nú veit ég hvernig lífsreynsla þetta er en hann fór víst með hann var bara undan sinni samt í gamli það er bara málið já, en ég heyrði þess að hann er snarskána við þetta en svona svo að fylgi sögunni líka sko, er að ég fer sjálfur í meðferð 2009 þá sný ég alveg í blaðinu og hættu þessu að vera ég var eiginlega hættur í gekk illa að finna mig í lífinu eða var bara rosa týndur og vildi ekki lifa þessu lífi sem ég þekkti bara en ég vildi eitthvað nýtt og var alveg frá 8 máði að væri gott fólk að núti ég var búin að hræðast í mínum heimi og eins og ég úlst upp þá hélt ég allur heiminum væri svartur og allir væri bara fucked á því og ég bara tekti ekkert almennilega samfélagið en þarna væri ég farin 8 máði og ég var búinn að senda Mána áður en ég fer í meðferðina og hann kom með hann á þáttarna Harmageddon og þetta var alltaf búið að setja í mig því að ég landi saklausan mannana og eins mikill fáið og ég var þá er ég ekki þannig fáið að ég labbaði með öxlutan í fólk Nei, bró, þú er með þetta mannlega eðli að vilja bæta upp fyrir þínu gerðir þegar það ekki rétt á sig, skilur þannig að ég ætla að gefa honum ég sendi honum skilaboð áður en ég fyrir meðferðinum bara, ég vissi að þú væri saklaus í þessu máli og ég bara svona kom bara og þetta hefur sitið í mér og síðan séði núna með hann þátt hérna og bara baða hann innilega afsökunar á þessu en síðan fyrir ég meðferðina og fer síðan í 12 spóra samtökinn og rekst á mánaðana og ég verið að gefa mánaða í 12 spóra kerninu þá? Já, í samtökunum Þú eru í gull á svona og eina ástæðin fyrir ég nafngreinan er að því hann er bara búin að tala sjálfur að hafa verið endalaust lengi ég myndi aldrei nafngreina mann sem var ekki búin að tala sig og gefa sig út svona opinberlega en sko en líka bara all power to him þetta er bara, ég minnst bara að vera guðmannlega gert að taka hlutinu svona sko hann, já ekki nóg með það sko hann tekur á móti mér hana og hjálpaði mér rosalega að snúaði blaðinu og verða edrú og mér finnst það sko ég virði Mána svo rosalega fyrir það það er ekki sjálfsagt það er ekki margir sem gætu að fara í gegnum þessa lífsreynslu og það myndi sitja í öllum ef eitthvað myndi lemja mig, það myndi alltaf sitja í mér en að sko að fara bara, herru, hann gerir mistök og hann hélt að ég var einn af óunum sem ætlaði að lemja vinnans og ég ætla bara að henda því yfir öxlina shit, hún vantar hjálp núna nú ætla ég bara að hjálpa þessum manni mér finnst Máni, hann er magnar og ég Nei, bró, þetta er bara minni menn hefur brotnaði sem maður segir svona algjörlega, sko, þetta er bara Máni kendi mér rosalega að vera mannlegur og bara
all power to him, maður. Ég er gaman að heyra þetta, sko. Hann var alveg... Það er gaman að heyra þetta, þú skilur hvað við. Já, ég veit að þetta er skemmtileg saga, sko, og þess vegna gef ég það bara Máni er alveg með gott hjarta og bara þeir sem þekkja Máni er alveg heppnir að þekkja hann, sko, alveg sem hvernig það er, og bara takk kærlega fyrir mig, Máni, og mikið af því sem ég á í dag eins og krakka og svona er Mána að þakka, sko. En líka spáðu samt í einu, sko, ef maður svona, að ef við hefum verið, sko, svona okkur aldrei back in the day, og þetta hefði verið eins og þetta er í dag, hefðum við ekki 100% verið bara með stómabók eftir að vera stungin í maðan, eða? Stungin í maðan? Nei, ég er bara að segja það er ekki séns að þessi slagsmál er ekki leitt af sér að maður verið stungin einhvers staðar í heimidagsins í dag. Já. Og það er þetta síðast sem ég langaði í lífinu að vera með stómabóka, sko. Ég mun ekki kúka í póka sem þetta er efna, skilju. Þannig ég myndi frekar vera skotin í læri heldur en að vera stungin við nýjum maður, sko. Já, þetta er orðið þetta rugg með þess að hnífa. Við töluðum þetta hérna síðast, þá voru þetta... Og svo er bara versla síðan, og reyndar, ég fóð mér smá fleipur þá, þegar ég var að tala um hana gæðinni stungið hana þessa 3 stráka, þá var náttúrulega stelpa sem þú varst að tala um sem bara endaði á að deyja, skilju, bara hræðilegt. Rosa sorglegt. Miklu meira það, sko. Þetta er svo tilhinslega stæmi, skilju, bara eitthvað gæla hanga með nýja kæra sinum, einhver fyrirvændi kæra sinum, einhver gera vandamál kemur og stingur hún til dauða, þetta er fucked up. Þetta er bara skellilegt, maður á ekki orðið yfir þetta. Ég veit það. Og þetta var ekkert að gerist í gamla dag, veist það, það var dóin, það var mjög sjaldgæft að maður vissi að ykkur svona og þá var kannski einhver sem var kýldur og fast eða eitthvað. Já, skellt í brunana eða eitthvað svona dótskilju. Já, og það rugglega það var svo sjokkarið í gamla dag, voru allir bara oh my god, núna er þetta orðið bara svo, það er alltaf eitthvað morð og eitthvað, að það er allir bara, hræðilegt, en síðan bara er allir bara að gleyma eftir viku. Já, það er bara. Hefur spáðið í að núna, akkurat núna, þá er Ísland með hæstu morðtíðni í Evrópu á árunum. Wow. Já, við erum með 2,6 per 100.000 sem var dáið í morði. Núna sem við náttúrulega fá. Það er ekki mikið til þess að sitja þessi statistik alveg á hausinn. Það er svolítið fucked up ástand, skilju, við erum að horfa á þetta. Við erum með 4-földun á morðum með árað undan. Það var ekki fram sem mörg morð síðan 2008 sem við kannski merkjum það að þessi koma ný kreppa. Já, það er oftast þannig að þegar að fátæktin er komin upp þá byrjar ofbeldisglæpinir og innbrotin. Nákvæmlega. Það er bara þegar fólk hefur ekki mikið á milli handana. Það er alveg búið að sýna þetta og rannsaka þetta fram og tilbaka. Það er það sem ég var að spá í. Hefur einhver tekið rannsókn á correlationuna milli ofbeldisglæpa og fátæktar í samfélaginu? Já, það er alveg búið að rannsaka þetta algjörlega og það er sýnt að þegar kaupmátturinn og allt fer niður, alveg sem að hvað þjóða er, að fara alltaf upp glæpir, að fara alltaf upp ofbeldisglæpir, innbrot. Það er bara strax svo að kemur kreppa og fer allt í fólk að byrja fólk að berja hvort annað, byrja fólk að vera svangt og pirrara, það getur ekki leyft sér, skilju. Þú getur ekki sofið fyrir streitu. Já, eða farið skilju utanlandsferð og komið ánægðu tilbaka eða farið í golfferð eða hvað sem fólk gerir, það þarf að sitja heima á sér með. Já, það er auðvitað hræðilegt, sko, og það, getur ekki stundað áhugamáli sín, tómstundurinn sína. Ég hef smá grimmar áhugur, það er bara ástæðin í kringum þetta núna, þú veist, mér líður bara fullkomlega bara eins og bara heimurinn sé að fara suður, sko. Manni finnst það oft, maður sko... Við höfum aldrei lifað á betri tíma við lifum með núna, en við verðum samt að sjá, við erum sko nákvæmlega sömu formerki og voru fyrir sko fyrri og seinni heimsöld í gangi núna, en nákvæmlega sama fjárhagslega ástand í gangi, en nákvæmlega sama þjóðunishyggja í gangi, en nákvæmlega sama ólga í gangi í fólki. Við erum á púðutunu og svona á morgun og það eru forsetakosningar í Bandaríkjunum. að þú fara að velja milli sko tveggja frábæra kandidata eða ekki þú veist það er bara fjólubláa mannsins og síðan gælurinn sem hangi með Puff Daddy í partíum og er þetta satt gaurinn sem hjætt með Epstein í partíum og gælurinn sem hjætt með Puff Daddy í partíum hvað eru kosningamöguleikurinn það er bara spurning what kind of abuse do you like better þetta er bara óstjórnlega rugglað að það er bara þessi tveir kandidatar já, menn líka þessi gæla er náttúrulega bara fróðusnakkur mér er ekki svo Donald Trump sig mannvinsbreka en bara ég var að horfa á eitthvað vídeóðan í dag og svo var ekki að tala um AI og bara that's what AI is it's literally 2 words artificial intelligence og bara wow þetta er þetta hug sjálf og þetta er bara forsetaframbjóði og reyndar við náttúrulega erum núna með eina gælu í frambóðina núna hjá Viðreisn ég veit ekki hvað sásaði að djöfa með gæluna sem ég vissi ekki hvað kjördæmi er og ég sá bara eitthvað ég sá það ekki það er gæla sem sko ég man ekki í hvaða sæti á Viðreisnlýstunum er eitthvað svo dæmi hún var svo með eitthvað svona plugg viðtal í djöfa fyrir daginn og það var sko fyrsta sem var tekið fram líka viðtal hún vissi ekki hvað kjördæmi var og svo hún var að mæta í partí og Alþingi þú var að mæta í fyrstu kosningasamræðunar og þetta var bara eitthvað hún notaði bara þess að prómóa sig í fjölmunum og maður er bara svona hvert erum við komin sér samfélag þegar einhver gæla sem veit ekki hvað kjördæmi er
og ég held að voru leiðin í partí bara valid kandidat til stjórnmálaflokk sem ég geti kosið hana. Þetta var Viðreisn. Það Viðreisn. Ég sá eitt merkilegt daginn, talandi kosningarna, að sko sósíalistaflokkurinn. Já. Þeir vilja setja viðskiptabann á Ísrael. Já. Myndirðu styðja það? Sko. Á þess að taka einhverja aðstæði sko, þá held ég að fólk átti sig ekki á því hvað það snýst hvað það sem við fáum frá Ísrael og síðan hvað myndi þá viðskiptabannið snúast til dæmis. Ég skal benda Býtaðins, Davíð, geturðu gert mig greið? Geturðu googlað aftur, þú bentir mér á þenn daginn af öllum Nóbelsverðlaunahöfunum hvað voru margir frá Ísrael. Ertu búin að sjá það? Nei, ég spenntur. Veistu hvað eitt sem þeir eru 100% neitað ef við myndum gera það var ekkert SodaStream lengur. SodaStream? Gaurinn sem á SodaStream, hann frá Ísrael. Það miklu meira en það sko. Lyf, þeir eru með öll bestu lyf í heimi þannig að við myndum bara blóðþrýsti lyf og allt. Það myndi að vera bestu blóðþrýsti lyfin. Við myndum bara sjá lyfjamarkaðinn, við þurftum bara hætta bara með rosalega mörg lyf þar sem þau komið frá Ísrael og síðan tölvur, chips í sjónvörp og tölvur. Við mættum eiginlega ekki vera þá með tölvur eða sjónvörp. Þú varst að sjá eitthvað, ég var að nota SodaStream dæmi út í að þú segir sko að í fyrsta lagi, ég hef aldrei notað SodaStream vél, ég á lati til þess, ég kaupi bara kolsýrvatn. Ertu með þetta? Það 13. 13, af hvað mörgum Nóbelsverðlauna hafum allt í allt? Og þeir eru ekki með góð spurning, en þeir eru einn af topp sko með per capita sko. Já, ég meina sko, nei, viðskiptabann á Ísrael. Ég held að við erum bara að tala um þetta með þessi dömu og þegar þú segir eitthvað svona, það eru hræðilega hlutir að gerast þarna. Við erum öll sammála því 100% milli Ísrael og Palestínu. En ef við setjum viðskiptabann á Ísrael, það var alveg fullt að liði hérna sem þarf að lifi sín sem að fara að deyja því að við megum ekki kaupa lifin af þeim lengur. Já. Og viljum við fórna þannig í Íslandi fyrir málstæðin? Ég er ekki tilbúin í það. Nei, sko það er líka, sko bæði það, svo er líka eitt líka sem mér finnst vera svolítið að tínast í þessum umræðum hvað er í gangi hana núna. Og við náttúrulega gerum grein fyrir það, sko, þegar við erum, bara svona, rétt að vera tvítið þegar, þú veist, Ísak Rabin og Yasser Arafat eru ennþá að stjórna Ísrael og Palestínu. Já. Og það var bara sko korter í bara permanent frið í gangi. Og það er ekki fyrir að Ísak Rabin skotin hana sem gerist í desember 2000 plus, sem í raun og þess að friðarumræði farið þúr. Nei, það voru líka vídjóin af Arafat sem lágu út, sástu þau ekki? Ég sá þau, jú. Já, það var það sem breytti öllu, sko. Já, það breytti viðhorfinu. Og ég held að það hefur svolítið stuðlað að því að morðið af Ísak Rabin gerist, hann var assassinator. Ég hef alltaf trúið því að þetta sé svona Mossad inside job með hann og það er náttúrulega bara svona viss svona sionistic propagandas í gangi sem vill enga frið. Nákvæmlega svo að eru öfl innan Palestínu og Líbanon og svona dæmi sem vil enga frið. Þú veist sko, einn almenni Palestínubúi, ég heldur að hann sé ekki dauðþreyttur á því að vera drepinn daginn út af daginn inn. Sko, það er engin leið, bara engin möguleiki fyrir okkur að geta sett okkur inn í þetta hugarástand. Við getum ekki skilið þetta af því að þetta eru þetta aðstæður sem eru svo bara langt frá okkar venjulega lífi og þetta, þeir þekki ekkert annað heldur hann að hafa bara eitthvað vegg í kringu sér kynslóðinu núna sem bara konur upp og síðan bara ef þú lappar á nálægt vegnum þá ertu bara eitthvað snæper sem skýtur Já, nákvæmlega, spáðið generational trauma sem komið og innskilur Já, en síðan líka Ísrael megin ef þú ert ofan nálægt Palestínu og veist, þá ert þú að fá í nýbyðunum þá er verið að skjóta eldflögum á þig alla daginn þannig að sko þetta er alveg bara ómögulegt fyrir þá að sættast þú hatar þetta fólk hérna meginn og þegar þetta vinur minn, sko, æsku vinur minn hann ferðaðist og fór bæði til Ísrael og Palestínu hann sagði reyndar að sko, báðu meginn kurteisinn og gestristnin hefur verið eitthvað sem hann hefur aldrei ekki hann er búin að ferðast út allt hann gerir eiginlega ekki þannig hann bara safnar og síðan ferðast hann er eiginlega búin að ferðast bara út allan heiminn sko. Og þarna fór hann, ég held að það hefur verið fyrra að hitti fyrir ég man ekki alveg hvort það var en hann var að segja mig frá sig, hann sagði bara þetta er rosalegt maturinn, bara besti matur sem ég bara getið og það hversu þú kemur og bara vilja alltaf bara bjóða þér inn á heimilið og gefa þeim mat og það er eitthvað vist í Arab-löndunum og veist ég á Palestínumönnunum að bjóða þér inn og vera gestrisni, það skipti þá rosa miklu máli og þeir biðja ekki neitt í staðinn og hann sagði þú eru rosa almennilega við mig
en hann fann sko hatrið hann á milli Já. því hann auðvitað forvitinn frá Íslandi og þá svona, má ég spyrja út í þetta og þá sá hann bara að það bara breyttist allt og þá sá hann bara, þetta hatur sem ég aldrei séð áður. Nei, sko bró, ég segja, sko ég var hana, þegar ég var hana einn af gæðin sem var með Sigurð Solsteinsson síðan tíma. Það voru sko 2 strákar sem kom að vinna fyrir, ég var að reka sjálfböðlega program hjá okkur og það var ógeðslega mikið alveg bara super talented liðið sem kom inn að vinna í svo sem dæmi. Það voru 2 strákar sem komu og voru að vinna fyrir mig sem eru frá Ísrael og sko þeir eiga sér stærstu tónlistarhátíðina í Jerúsalem og reka fylgdi eitthvað tónlistarviðburðarmann og þeir komu og unnu frítt fyrir mig hérna bara svo sjá hvernig tónlistarbransin væri framkvæmd hérna og ég kynntist stökkumildi vel og þeir voru með sko 3 stelpur frá Ísrael með sér sem voru sko 2 voru litlistur annars þeirra og hinn var eitthvað svona vinkuna. Það voru allar skotnar í hausinn á svona tónlistarhátíð sem að byrjar Hamas byrjaði að ráðast á hana núna þegar Ísasteinan byrjaði og annar af þessu gæjum búin að eyða öllu tímann sinni í að byggja íbúðir fyrir palestinska flóttamenn í kjölfarið þótt systur þess að vera skotin í hausinn í nakkan og það er svona fólk sem þið þurfum til að leysa svona deilur og þið verðum að gera ykkur grein fyrir því að eina leiðin til að leysa svona rókunar deilur bara að reyna bara að setja bara the slate clean og það málu sko að það ekki hægt að leysa deilumálin sem átt sér stað hingað til. Það hægt að reyna að byrja upp nýtt en sárin gráa aldrei sko. Nei, ekki fyrir en það eru kannski komin inn að 2 kynslur og þeir ná að halda friðin en líka annars að geta leyst málin að ég skil ekki sko það þessi þörf hjá öllum annarkvort stendur Ísrael eða stendur Palestínu. Það er eiginlega mér fáir sem segja bara herru þeir eru báðir hálfvitar, hættu þessu rugli og eru friðin og ég stend með hvoru. Það er eiginlega eina leiðin núna eins og ég sé það til að enda þetta að fólk hætti að taka fylgi að ég stend með Palestínu eða ég stend með Ísrael heldur bara, þeir eru báðir fátar þeir eru báðir að hafa ykkur eins og Asla hætti þessu rugli að komist 2024 sko. Líka eins og við tötsum á aðeins síðast skilur við vorum að tala stjörnugölina stærstu barslagsmál mannkynssögunnar þessi 50% af öllu íslensku þjóðinni dó bara í barslagsmálum þetta bara sambarlegt ástand fyrir auga þetta bara svona engin man lengur hvernig þetta byrjaði í raun og veru og svo erum við með einhverja sögubækur sem segja okkur náttúrulega og svo í raun og veru og þetta bara frökkum að kenna þetta í gangi þeir bara ákvað að skella gyðingunum bara í óþökk allra skilur á sínum tíma og bara málið á þetta er bara svona þú veist þetta ástand á svo fáránlegu plani og þetta almenningur að dragast inn í raun og veru eitthvað svona power struggle á milli einhverja offset-hópa sem vilja aldrei leysa vandamálin skilur við, og það sem að gera þau brjáluð ekki stefna sem það trúir á það það, þú veist, að frænka þú veist, myrta einhverju víðumunum það er góð, þannig að raun og veru það er öll hugsjón, öll pólitísk viðmið og svona dæmi, fara út í gluggana, það er ekki neitt þannig í gangi þetta bara orðið í raun og veru bara, talað þjóðinsinnsinn skilur við, sjálfsögðu en það sem við erum líka bara að horfa á skilur bara, það er bara búið að búa til bara svona generational hatred bara sem eftir skilur góði og það er svona svolítið svo bara og ég veit ekki hvað það með greiði gyðingar en þeim er bara í gennum alla mannkynssöguna og verðist þeir alltaf enda á því að vera bara gaurið sem sparkaði það svolítið þannig ég meina, Egyptalandi galna það skilur við Nazi Germany skilur við ástæðin núna en það ekki bara að því að þeir blandast ekki saman beint við samfélagið að því að það rosa sterkt hjá mig og hefur verið rosa lengi að ef þú kemur af alvöru gyðingafjölskyldu þá giftist sonuðinn bara gyðingakonu eða dóttin gyðingamanni og verði ekki allir þreyttir í það sjá allir bara svona ég fæ ekki vinnu hérna ég get aldrei unnið mig í toppinn nema að vera gyðingur og síðan og þannig að því að þeir standa svo vel saman þá taka þær alltaf yfir samfélagið og síðan tekur fólk eftir því mér ekkert boðið í þetta partí og síðan kannski samfélagi í meiri hluta og þá snýst það alltaf gegn gyðinginum það ekki bara það sem gerist alltaf það svolítið máli en það sem máli sko og það er alltaf nokkru hópa kannski innan samfélag sem eru að benefita okkur dæmi og eins og þannig þegar nasismin að byrja næst einni heimsstyrni fyrra stríð það var ekki með nasismin að gera það er líka bara barfight það var einhver serbi sem skaut einhvern lúðaprins og allir bara fóru bara að rífast Frans Ferdinand nákvæmlega og það enda bara stríð og það er raun og veru bara who gives a fuck um Frans Ferdinand who gives a fuck um fucking serba engin þetta er bara tippakeppni sem bara escalator bara inn í einhverju geðvík nákvæmlega stjórnkvöld og það er bara svona sem þetta oft í gennum mannkynssöguna en eins og í Nazi Germany það var bara svolítið þannig að það var náttúrulega þegar eftir fyrir heimsstyrjöld þegar Versailles-samningurinn settur á sem er bara versti samningur ever
Hvað sagði líkur? Versalsamningurinn eða Weimar samkomulagið skilur sem beilir þannig sko út í Þýskaland sem var ekki svona ábyrgð fyrir stríði í raun og vera átti bara að vera gaurinn sem átti bara að borga fyrir alla skaðan skilur og það alltaf bjóð til rosalega þjóðinnishyggju skilur því að Þýskaland skilur var bara að borga fyrir skaðan og allir Evrópu skilur bara þóttu þeir hafa ekki verið í raun og rótin á vandamálinu og það er raun og býr til sko opnar á hana möguleika að gyðingar gætu myndast því að gyðingar mátti í raun og vera ekki eiga eignir en í Þýskaland at the time þeir stjórnuðu þessu brönsum eins og demantarbransanum og svona dæmi voru bara aukast að leyfi til þess og í raun og var bara alið á hatri gagnvart þeim út af því að bara að þýskum almenningi í raun og vantaði bara scapegoat fyrir akkur þeim er í vandamálum og þetta powers to be náttúrulega bara ágaf bara heyri en þessi minnlöndhópurinn inn í landinu sem er aðeins öðru eins og við akkur bara skellum við ekki bara öll á þá skilu og svo reyndar ég verið að segja reitt bara þegar við fyrir að tala um þetta að þú veist að ég veit ekki að sko það er svona extreme racists halda ég fram sko höfuðkúpan í gyðingum sé öðruvísi heldur en í restina af mannkyninu og í öðrum hlutföllum skilur við og málið að ég varð einu sinni þess heiðurs aðnefndur ég hitta sko prins frá Sri Lanka í London sem literally útskýri fyrir mér með svona mælitæki hvernig sko hauskúpan væri öðruvísi það var bara literally með bara hauskúpu heimi á sér af einhverju gyðing sem var dáið God knows when og ég bara satt þarna og ég bara þessi gaur fucking geðvikur hann átti þú veist Mein Kampf á 3 tungumálum með eitthvað hillu og ég hlusta á hann og gaur í 90 hlutum ég var fascinated er jafn langur tími cirka að ég lendi í mannránnu ef hann lendi ég bara í mannránnu þess að ég bara hlusta á geðsökling tala hana eugenics og hann keyrði mig allan heim hann en eins og hann sko hann er frá Sri Lanka náttúrulega eru sko búið að vera í lengstu borgarsýrleiku sem er til í mannkynssögunni núna sem eru tamalir á móti singulum já maður, ég er bara tamil tígradæmið skilur og aldrei séð og náttúrulega þú veist að náttúrulega tamalir er bara innflutt vinnuafl frá Suður Indlandi yfir og þetta er breytum að kenna og náttúrulega Montgomery Nature's Greatest Asshole eða bara, History's Greatest Asshole sem var svona diplomat í Englendingum þeir senda hann svona til svona nation destabilize í Kanada og það er náttúrulega blauti draumur breska heimsveldisins sem var að leggja Kína undir sig og það var ekkert hægt Kína var með lokuð landamæri þannig að leiðin sem þeir fundi inn og sko ef þau myndu komast í gegnum Indland og á þessu tíma þá er Indland sko Indland, Pakistan, Bangladesh og Sri Lanka og Montgomery ferðana þessi gaur sem er bara fáviti og fyrir skrifa eitthvað skýrslu í skýrslunni stendur það bara það er engin fátætti en eitt í gangi en í Indlandi og eitthvað svona dæma einu sem getur gert er sko að búa til niðurrif innan þjóðarinnar þannig að þeir skipta bara landinni í 4 hluta sannfæra Pakistana sem eru bara Indurnar þeir hati Indurna gera Sri Lanka eitthvað hafnanýlendu fyrir síðskilur það var kallað Ceylon náttúrulega í gamla daga sem var ekki til fyrir breytar ákvað bara Ceylon væri til það var bara Indland og svo búa þetta Bangladesh sem er bara nature's asshole bara og Bangladesh er bara ömurlegasti staðar í heiminum bara og ég veit ekki hvort þið kynntir þetta eitthvað spáðu þessu 90% öllum skipum veistu hvað þau enda lífdaga sína í Bangladesh þeir sigla bara skipunum upp í fjöru þar og svo eru bara börn að taka þau í sundur bara að selja nikkeli og eitthvað tilbaka það er bara eini iðnaður sem er í gangi í þessu landi þetta er bara fucking human hellhole það bara breytir byggu þetta til bara með bara þinni sama Afríku og það er ástæðan fyrir að segja Hutu og Tutsi að þessi gæðir hafa verið að drepa Hutu og Tutsi skilur fyrir ekki og breytir koma og bara þessi lína bara núna bara þá er þetta bara svona og bara af hverju er þetta svona bara við bara viljum að þetta sé svona bara what are you gonna do bara ég með fallbyssu, hvað er þú? Spjót þannig voru rosalegir sko breytin er konungar fá þetta annars sögunar það er eina heimsveldi sem er það til spáði því United Kingdom og málið það var eina ástæðan fyrir að þeir sluppu með það að hrynja ekki svo öllur heimsveldi og þeir ákvaða að gefa nýlendurinn tilbaka og svo er ég bara búin að arðrænda fólk hægri vinstri og mér er þessi Indlandi, ég skil ekki hverju Indir að fíla breta, ég myndi vera bara fuck those guys þeir eru bara bresk menning æði bara sendu börnin okkar í skóla til að gaurina sem er raunverið eyðilögu mannkynssögun okkar þetta er svo mikið, það er Stockholm-syndrom eða eitthvað er það sko bró, ég er bara að segja þetta er svona eins og að við myndum mér ferst að tala, við erum Íslendingar við vorum líka bara að sleika raskata á dönum á 1940 sko þeir voru að gera það sama okkur í 1000 ár bara takk fyrir alltaf skemmta fiskinn maður það er bara hvað helviti spaunar maður ég veit ekki maður þetta er bara þetta er bara svona og eins og núna skilur bara stríðin alltaf er bara þú veist í rauninu bara iðnar og veistu hvað mörgum í Haga viðhalda þessu ástandi í Mið-Austurlöndum bara sem hvort almenningu vill það eða ekki skilur hvað við bara vopnabransun og dæming ég myndi að það var stríði í
Ísarar framlega Uzi til dæmis sem einn vinsælasta þrískutubissa bara þeir stærstu vopnaframlegandi í heiminum þeir eru líka háðir því að fá hvað mest af vopnum af öllum löndum í heiminum Hver seljaði mest af vopnum? Svíar selja Svíarnir? Já, Svíar eru önnur stærsta vopnaframlegandi þjóð í heiminum okkur núna Já, ok og þeir selja þetta allt bara á hræðilegustu staðina og bara Súdan fantaði gáma skriðingum bara velkomin til Súdan og þetta er fótt af ástand sko Já, þetta eru þeir sem stjórna þeir eru allir með endalista peningum í stríðisrekstrinum eða þú veist í framleiðslu og vopnum segi ég fyrir ekki Já, ég meina bara minnst í hvað heitir það, military industrial complex maður. Já, þetta eru menninir, bara fjölskyldunar eru alltaf tengdinn og þingi í Bandaríkin þetta er fárálegt en þetta sýnir bara hvað við erum stutt komin sem mannkinn, að við séum ennþá að skjóta okkur annað í klessu Við erum bara gerðugur hálflösa appi bara, það er langt að hættum að verða það sko. Við fengum einhvern síma og ég er með snjallsíma og höldum að við séum langt komin tæknin er alveg komin langt en mannlegt eðli er rosalega stutt komin Nefnum það er eins og annað við erum svona cirka 500 árum eftir í andlegri þróun með eitthvað samfélagið þróast rætt Við erum ekki búin að fá aðurlast Það var einhver einasti dag, við erum bara geðveikari, skilur við, og við erum bara að reyna að playing catch-up, skilur við. Þetta er endur alveg klikka hvað tækni og eitthvað er að þróast á rosalegum hraða. Og veist, þegar ég er lítill, eða úlingum segja, það er ekki til internetið. Og síðan er bara núna artificial intelligence. Ég man sko, Dick Tracy, hafa með svona úr sem hann talaði og maður bara, wow, maður. Og síðan var þetta gaurinn hérna í Star Wars, hafa með svona... Data. Já, heitir hann það? Nei, hvernig Star Wars hann er nú 2 sem hann var þjónninn hann að Lando Calrissian í Cloudborginni. Nákvæmlega, mér fannst það brjála, hann gæti bara tala í gegnum þetta. Nú erum við bara með Bose hérna, bara headset, talandi í það í ræktinni. Já, ég með bró, ég bara... Þetta er, öll þessi framtíð sem horfðu bara, oh my god, þetta er rosalegt, þetta er alltaf orðið hversdagslegir hlutir í dag. Já, ég bara segir, akkur gæti ekkert af þessari cool tækni sem var að gera sig sem gerst. Það er ekki fljúgandi bílar, af hverju getur keypt vélmenni sem getur lagt línur á iPhone-u minni, ég get ekki með fljúgandi bíl. Já, hjólabrettið í Back to the Future. Það kom á marka núna. Já, en var það ekki, það er svo krabbameinsvöld Já, að bæði svo krabbameinsvöld og kemst ekki herra en 25 cm, þannig að það er alveg gæslust. Já. Og ég vil koma ennir í vildi hérna inn. Mínum að þetta er þyrla fljúgandi bíl. Þú meina aldrei... Það er alveg góða punktur, já. Ég meina að þú getur varað hérna inn 4, 5, 6 fjölskylda, farið beint upp, flóið hvar sem er og lent hvar sem er. Já. En eru þið búin að sjá þá nýja taxanana sem eru að koma í Kína sem eru að þróa núna? Fljúgandi taxana? Já, fljúgandi taxana. Þetta eru, og þeir eru með AI, það er enginn að keyra á og þetta eru 8 spaðar sem snúist í hringi. Þetta er höfðakraft meira en þyrla kannski? Já, þetta er svona, þetta er dróna sem þú getur sitið inn í, sko, það er flokkast undir það og það er algjör svona fifth element af mig. Já, það er svolítið þannig, það eru 8 spaðar þannig að ef einn spaðinn skemmist þá er einn undir honum sem snýst í hringi og ef hann skemmist líka þá hendist út fallíf bara strax úr og þú svífur til jarðar. Það er ingenious. Já, þeir eru núna að þróa þetta, ég er búin að skoða eitthvað vídeo af þessu. Þú veist að Dubai komi núna bara næst í fullkomlega í sjálfkeyrandi lyfla. Já, þarna eru þeir sko. Þetta er mjög gaman að skoða þessu vídeo. Núna skil ég hvað það segja þetta við. Þú segir að bara í raun og veru þyrla sé bara fljúgandi bíl. Þetta er bara þyrla. Þetta er ekkert annað sko. Þarna og þeir voru að taka svona rát eða leiðir sem voru 2 eða 3 klukkutímar þeir voru að ná þeim á 12 mínútum með þessu sko 12 mínútum? Já, þú þarft ekki að fara alla vegina þarna í Kína sko málega það, ég held að eini gallin í raun og veru þegar kemur þessu fljúgandi farartækjum með þessu dóti og jetpacks og svona dóti það er bara eldsneytisnokkurinn á þessu er svo slæm þetta make a sense of eitthvað svona fyrirtæki sem þetta það er bara mjög á bara 100 mismunandi eintök af görnum, skilur þú hvað sko, ég held þú fáir aldrei að stjórna þessu fljúgandi farartækjum þetta verður allt artificial intelligence og þú komur ekki bara og fljúur inn hæð 30 þar sem myndir þú treysta okkur með við stöndum okkur umferðin sem er með flugum fyrir líka í borgum Nei, það er nóg erfitt að vera flugmaður og sérstaklega eftir 9/11 en ég sá samt annað það var svona sjálfkeyrandi bíl og rafmagnsbíl og manstu þetta myndinni Kristín Það tala með bílinn að morða bílinn Já, sem var lifandi Já Það var atrið Stephen King myndina ekki? Ég var ekki Stephen King Það var ekki mynd sko, ég elskaði þessi myndi en hann var logandi og var að keyra eftir einhverju manneski og keyriði yfir hann og bílinn brennandi ég man alltaf eftir þessu atrið að ég sá þetta því ég var lítill ég bara oh my god, fannst það svo skellulegt ég sá atrið daginn, það sem kveiknaði í svona rafmagnsbíl nema þá fór
kerfi í gang þar sem hann er sjálfkerandi og hann byrjaði bara allt í hennu bara neldi á stað og það var búið að safnast eitthvað fólk hérna sem var og allt í hennu bara kemur logandi bíll og þetta þessi myndi tekjun úr lofti vantilega fréttaþyrlu og þessi bíll keyrir bara inn í hópinn og einu sem er datt í hug var þetta Kristín dæmi bara hefði maður verið að bara bíllinn er brennandi síðan allt í hennu bara kemur bíllinn og flegi ferði áttina er bara logandi bara tekur á stað ég er miklu hræddari við tölvur sem stjórna brennandi bíl þetta er mann sem stjórna brennandi bíl það er gaurður að koma sér fokkin út í bílnum strax talva er bara góðin inn fyrir það er svo líka annars sem var spöð þú veist náttúrulega þeir eru byrjaði með svona AI löggur og svona dæmi í San Francisco og nokkur mjög stöðum. Þið byrjaði með? Já, og einu sem að gera það bara hjólum, bara citizen, move away from my spot, eitthvað svona lalla. Og það er búin að koma upp einhverjum svona kvillar í kringum þetta. Og það er til dæmis sko, þannig að eiginlega finnst öllu, það er þannig að einar fram til sjálfsmorðundaginn. Já, neða, hún bara, mann sér Robocop 2. Já. Var ekki hægt að reyna að búa til nýja Robocop og hana, I present you, Robocop 2 og Gauri kemur að eitthvað, stop or I'll shoot og skýtir sjálfs í hausinn og hinn tekur bara ekki almenn af sér strax bara Já, ég mættur að löpa út Já, þetta vélminn sko, hann keyrði sig viljandi út í læk og það var bara ekki að geta feysa raunveruleikann við lífsitt, skiljum að vera bara eitthvað fastur á okkur skólakampus í bara, þú veist, Arizona eitthvað Nei, það? Já, maður, Davíð, þú verður að fletta þessu Þannig að Robert Kopp commits suicide Varstu búinn að sjá Google-gaurinn sem var yfir að eiginu hjá Google núna, viðtalið við hann daginn? Fucking scary, maður. Það er scary viðtal. Sérstaklega þegar hann sagði, sko, já, við kendum þeim bara að læra, en núna vitum við ekkert hvað þeir eru að gera. Þeir eru bara að læra sjálfur og við erum ekki almennilega að fatta hvernig þeir eru að fara þessa leið og læra þessa hluti. Þú veist að hann var gæðin sem er að fylgjast með, sko, data generationi á ChatGPT. Þeir komast aðeins daginn, sko, ChatGPT er viljandi búið að vera að leita sjálft að niðurstum internetinu. What does it mean to be human? Og þetta ChatGPT er að reyna að kenna sjálfum sér að skilja manniða tilfinningar svo það getur orðið Skynet. Wow. Þú veist, þetta er bara raunveruleikinn sem við erum að horfa á. Ruggla. Ertu með þetta, Davíð? Já, þetta er svona lítill svona skrítin hérna. Já, þetta er líka hápunkturinn í sko Robert Policing í dag. Þetta er bara görður sem bara keyrum. Svo líka annars sagði mér, ég las eitthvað grein daginn, ég man ekki alveg hvernig það var. Þá var hann einhver sem reyndi að fá okkur svona aðstóð frá okkur svona Robert Vélmi og það sagði bara, I'm Robert Police, bara farið í burtu bara og byrjaði að flauta theme-songinu Terminator bara fyrir burtu. What? Já, alveg useless. Bara, just because you can't do it doesn't mean you should, sko. Já, varstu búinn að sjá þarna þessi Bionic velminni þarna í Kína sem þú kynntu bara því að Tesla kynnti velminnin og þá kom Kína bara sjáðu hvað við erum með. Þau eru creepy, maður, bara, ég er ekki að meika þetta. Þau eru með andlit og allt, maður, þú veist, maður var eitt bara þegar maður sá Tesla velminni, maður bara svona, ok, þetta er alveg cool, síðan kom Kína bara, kíkja á þetta og bara, oh my god, sko. Veistu ekki hvað Uncanny Valley er það? Nei, þetta er sko kenning sem ég veit hvað Silicon Valley er. Sko Uncanny Valley er sko bókstaf skrifinu og byggst því sko að þegar sko tækni eða vélmenni þannig verða of lík okkur þú sérð samt að þetta sé ekki lífvera þá myndast í raun og veru svona tilfinning í þér sem er svona svipaði sem vorum að tala á hann þegar fólk hata gyðingarna fyrir með öðruvísi hauskúpu og þetta er of líkt þér en of ólíkt og þá myndast þetta Uncanny Valley principle skilur sem þú basically að þú fyrir að hræðast tækni skilur og það er þessi vélmenni lét mig fá þessa tilfinningu ég er bara what is this sorcery og hvað djöflatæki er þetta já nákvæmlega þetta er ógeðslegt sko það er bókarna sem ég mæli með Sophie náttúrulega er drottningin að þessu vélmenni sko þetta er bók sem er 30-35 ára gömul eða eitthvað sem heitir Stálhellar já ég mæli með henni all daginn Stálhellar á Íslandi, hvað heitir hún ensku? Ég veit ekki hvað hún heitir ensku en hún er, Stálhellar á íslensku og hún er bókstaflega bara svolítið það sem er að gerast akkurat núna og það er bara magnað að sjá þessa bók vera að fæðast bara til lífsins og þá kemur þetta einmitt eins og þú ert að tala að þú veist þeir með velmennin það fór allir að mislíka þessu mikið þannig að þau urðu að gera það alveg eins og menn og velmennin borða og allt bara til að blekkja almúðan því almúðin er búin að missa svo mikið vinnu að það er svo mikið fátækt það er konceptið sem var notað í Blade í raun og veru The Replicants voru raun og veru bara mannverður sem er stytt í líftíma þú er bara búið að rita inn í það þeir myndu bara deyja til 3 ár skilur þess vegna er Rutger Hauer hann að drepa allavega í Blade skilur hann er brjálæður yfir eins og stytt í líftíma Þetta er samt ruglað að sjá þetta vera bara gerast fyrir framan okkur sko. Ég menn sko ef einhver hefði sagt mér að raunveruleikin er í 1984/Idiocracy og það er bara framtíðin mín þá hefði ég sagt hann að ég geti skít fyrir nokkrum árum en núna er ég bara þetta er bara satt sko Þetta er svolítið að gerast sko en
Idiocracy er eina grínmyndi sem orðið heimildumynd sem nokkuð verið framleitt. Sko, eina sem getur reddað okkur kannski Elon Musk með Neuralink projektið, ef við ætlum að vera gáðar en En getur satt ímyndaðir að Neuralink væri með ads? Ég vildi ekki að borga fyrir premium subscription það bara henni McDonald's og síkamli og bara ekki séns að sleppa maður setja atriðin í fósbræðum með hana fósbræði ekki atriðin með sem var hana unglingavendarinn eða eitthvað svona dæmi og það var það sko, hún getur sett chipin í heilun og ungling og svo bara Sigurjón, vilt þú ekki koma heim núna? Varstu getur þetta atrið? Nei, maður ekki eftir þetta er eitt finnast atrið í fósbræðum över Halló Sigurjón, krakkar bara nei, hættu skiljaðlega, maður er bara ræðilegur öfurleiki líka bara please bara dreftu mig frekar að setja ekki chips en ég er að segja það er þessi hræðið mig við Neuralink þegar ad-free internet var frábært en svo núna bara líkunar á því að ég sjáði post frá þér á Facebook bara næst í engar og það var gæðis ekki rannsóð þessu daginn og það fór í genið sko hana Facebook sitt og 73% öllu póstum sem sá hana hafði ekkert með neins hann lækaði eða fólk sem hann þekkir að gera það var bara sponsorpóstar eða síður sem the algorithm heldur þú að vera áhuga á sem í okkar tilfelli eru stinningapillur eða þá bara ekki vera sköldur Ég hef ekki fengið stingin en pillu eða vera sköldur Ég hef fengið kórn, ég hef heilt frá vinnum ég er ekki að vera sköldur skilur og ég bara blessunlega næðum ennþá upp svona oftast En ég sé að við verið að tala þetta mikið að Já, þú kemst á vissan aldur, þá færið mikið af svona stinningarlyf. Ég var aldrei skil þetta. Ég bara svona, og svo líka eins og núna. En er þetta ekki líka bara að þú googlar eitthvað bara why doesn't he work eða eitthvað, þá bara, 100%. Já, þá sér Google það, selur upplýsingarnar einar og þú byrjar að fá flæða yfir. Ég held að þetta sé líka, þú veist, bara eins og svona, ég held að það sé bara ógeðslega mikið að gaur sem eru bara, ég held alltaf að þetta stinningarvandamál sé fyrstlega ógeðslega andlegt. Þannig að núna, ég var bara grein í blöðun hérna núna daginn. Ógeðslega mikið að gæðum bara rétt kringu tweetis bara sem konum bara grimt stinningarvandamál og það er combination af klámfíkn og síðan bara performance anxiety sem bara þjóðflæði búið að sitta á því. Já, það er þetta kvíðið sko, síðan er líka þriðja sem má aldrei segja og þetta fyrir að báða boga, fólk fær leið á kynlífi í samböndum og það er það bara oftast þannig að fólk hættir að hugsa sig í samböndum. Það er bara, það er svona þannig. Já, það er bara fitnar og þá er ég að tala bæði kallmenn og konur svo ég verður nú ekki stimplaðir. Við erum bara enn verri ef eitthvað er held ég í því mér konur verið líklega til að halda sig við en eru gaurar í samböndum sko, ég segi satt. Það reyndar, það hugsa oftast betur sig sko, við fáum bumbuna og svona sko en Það eru líka miklu líklega sem fara að gera eitthvað í vandamálinu, við bara höldum bara áfram. Já, við erum bara svona slóðar maður. Já, líkt að illa, mér er alveg sama. Það er ég að raka myndur hundunum minn enn í ekki. Okkur tókst að gera líkamsfár óvinsælega konum, en við höfum ekkert að hugsa út í því á sjálfum okkur, sko. Nei, það er alveg rétt, sko, við gagnrýna og við erum alltaf að afsaka okkur með því að segja konur eru konur vestar, sem er alveg kjaftaði, sko. Já, men við erum svo miklu verið fyrir konur en konur fyrir konur, sko. Ég meina, konur er alltaf að hugsa hvort aðra, sko. Ef við kallmennir myndum hugsa hvort aðra eins og konur hugsa hvort aðra, þá erum við ekki allir að drepa okkur svona rosalega, sko. 85% öllu konur sem eru myrtrar gaurum, sko, ekki öðru konum, sko. Að nokkuð augljós hver er verri, sko. Nákvæmlega, svo þetta er ókýrslega heimskulegt að segja að konur eru konur vestar. Það er bara þannig, það er kannski bara einn gaur sem fremur 100 morða eitthvað. Það er hvað þannig að kannski bara gefur þessi einu gaurin 99 gaurin bad rap skilur hann draf svo mikið af konum skilur það er þannig sko við erum búin að tala svolítið mikið ég held ekki að fara á það núna svona öfgafeminista og ég hef áhyggjur af því Sigvæla sko það er bara búið minnast á þetta svo mikið en þá komum við inn á þetta sko þessi menn sem er alltaf verið að tala og veist jú það eru til ógeðslega menn úti 100% ógeðslega en þeir eru í svo litlum minnihluta að hálfa eru nóg en það er einhvern veginn bústað upp eins og allir menn séu vondir við erum að koma svolítið úr því núna það er aðeins að laga sig svo líka annað en það er annað sem við gerum grein sem á saman tíma og það er hvað mikið af svona gaurir sem eiga verið svona venjulegi gaurar og eiga verið ekki almennir sem eru bara gaslæta og verið bara með andlit ofbeldi svona subliminal ofbeldi á konur og það er mál ég var alveg öskra á kærastunum en ég hef aldrei verið eitthvað viljandi að negga hana frá morgni til kvölds bara eins og ég sé ekki að fá þetta skilja í einhverjum hugalegjum það er bara fullt af svona skaurum til báðu kynum, bara bæði kynum ég er alltaf að reyna að venja maður að segja þetta bara bæði kynum 100% á þetta í báðum tilfell við en það er miklu algengari tilfell þess að gauri bara komið einhverja gælu bara undir hælinn bara og búin að berja hana í hlýðinleiku bara með orðum það gælur sem er búin að gera þetta við einhverja gauðra skilur bara og það er algengilega bara 100% já maður
þú veist, eða kannski öfgafyllir birtingarmyndin af því kannski algengari á þennan bá. Já, kannski ef maður hugsar út fyrir landsteinina en ég að hugsa Ísland, sko. Já, það er spurning, skilur, ég er bara svona, veist, en ég meina, andlegt ofbeldi ekkert, veist, ég veit ekki, ég myndi frekar vilja íta mig með orðum en berja mig með kúpunni, skilur, en það er ég, og því orð hafa ekki það mikil áhrif á mig. En ég segja, svo er bara fullt af fólki bara sem er bara auðvöld að rífa niður og bara, og svo, mér er að fara að finna þetta svona calculated andlega ofbeldisdæmi sem maður er að lesa og sjá og svona dæmi kringu sig eiginlega bara meira skerialdur en gaur sem er að berja kunnir það og þú er bara litilega að sitja manneski ykkur andlega ánöð bara með að nigga hana niður skilur bara og hann líða bara hrikalega illa innan með og bara búa til ykkur organast kynlýsræli undir skilur sem bara hlýða þessu og segja bara ég skýt alltaf það er ógeðslegt. Þetta er viðbjör, skilur og það bara, og svo bara svolítið segir, skilja, þetta er bara virðist bara að vera svolítið mikið að gera, skilja, og báða í þjóðflæðinu. Og kannski er það eins og varst að segja að konur standa betur saman og svona dæman að ræða þetta meira sínu milli. Ég efast að sé mikið að gauri sem ég þekki þessu kringu ef að kona er að vera að beita okkur andlega ofbeldi, þau myndi koma að tala mér um það. Ég held að myndi frekar bara byrja inni og sé bara drepa sig í þau kyrþegstar. Já, það er mjög algengt. Það er bara málið. Við megum ekki sína veikleika. En það er að breytast núna með kynslóðinu sem er að koma. Já, loksins að við séum með tilfinningar en það var bara ætlast til sem svo pabbi og kynslóðin hans þau mátti ekki tala svona, bara hvað ertu auðmikið þú veist, það er bara kynslóðin fyrir ofan mig, sko, þannig að aðeins með minni kynslóði þá kemur Kurt Cobain bara og syngur tilfinningar og við erum eitthvað, býtu nú við við eitthvað svona er ég að tala tilfinningar, þannig að þetta byrjar með kynslóðinu minni og síðan núna ef maður er að sjá kynslóðinu sem er að koma upp, það er alveg gott, en síðan er þetta að fara í öfga líka með það, sko, það er þetta að fara og grenja yfir öllu og við erum að sjá svolítið ungu kynslóðinu bara ég bara get ekki tekið hennar sásöku bara alveg bara vælir yfir öllu og það er mjög slæmt það er hræðilegt þú ert alltaf að láta það líða illa og þú ert að finna bara allt sem er slæmt í heiminum og taka það út og spenna bara upp tilfinninguna einar og það er svo auðvilt að gera það á netinu svo líka annað líka svo verið sjá þetta er eins og núna bara svo þetta byrja að hafa neikvæð áhrif á hagkrið og þú sér þegar ég heyrði um fyrst geta fólk takir sem mental health day í vinnunni Ég var að heyra þetta bara daginn. Já, og ég bara, mér líður eitthvað svo illa í dag, ég held að ég geti bara ekki mætt. Davíð var að segja mér þetta fyrir viku, ég vissi ekki að þetta væri komið, sko. Ég var ekki að trúa honum fyrst þegar hann var að segja mér þetta, ég var bara, þetta er bara þing. Þetta er bara róluðu snjókon, skilju. Ég var ekki að trúa þessu. Ég var alveg vakna á morgun og verið bara, þú líður mér illa í dag og bara, ég er ekki alveg til í dag. Ég myndi ekki sleppa að mæta á skrifstofu og sinna þessi það að gera, skilju, bara kannski ég átti vinnifélag þess að ég geti verið bara, ég er ekki alveg með besta þetta en ég lofa þeir eru sáttari við að ég mæti og sé eitthvað lítið límur heldur en ég sé bara heimi á mér og byrja mental health day. Og það er líka bara betra fyrir þig sem manneskju í staðan fyrir að sitja heima og sleikja sárin þá munum bara líða verð farðu út úr húsi, gerðu eitthvað, kotta þér að stað þá líðið betur, þetta er bara eins og þunglyndissjúklingur, farið í ræktina strax og byrja í ræktinni, þá líðið betur að búið til procrastination munstur í kringum your mental health, þetta er ræðilegt þú ert að magna ástandið og sko, jújú, það er alveg til einstakleikar núti sem eru með krónist þunglyndi og þau get ekki laga en það er svo don't get me wrong, ég er ekki að lítið úr alvöru andlega kvilla, ég er að tala bara að búa til andlega kvilla sjálfur ég veit, ég er með þér þarna, sko, en þetta króniska þunglyndi er oftast, sko, ótrúlega sjaldgæft og það er, þú veist, mjög erfitt uppfyldi. Ég er nú búin að minnast á það hérna áður að ég var á 3 félagssveitabæjum og 3 úlíka heimilum. Þannig að ég fekk alveg að kynnast rosalega mörgum sem koma af virkilega slæmum heimilum. Og svona krökkur sem horror story dæmi og sem bara almenningur getur eiginlega ekki skili, sko. Og mikið af þessu krökkum ennþá í dag eru búin að fremja sjálfsmorð eða eru bara á geðlugum og það er líka vandamál á læknunum að sko, það sem þeir gera og þú kemur á svona heimili og þú ert bara brotinn, þú munt aldrei ná þér, hérna eru lyf, það er bókstaflega gert það við, þannig að þú fær bara bætur og það er bara búið að segja við þið, þú verður svona þú ert aumingi bara og svona er þetta bara og síðan ég þetta fólk og núna þekki ég fullt af mönnum á mínum aldri sem aldrei fara eiginlega að lifa línu, þeir eru bara ennþá antisocial því að voru bara brotnir og síðan verður verri af geðlegunum til lengdar, þannig að þú ferð ekki út úr húsi og
og það ekki, en og þú ert síðan búin að fá stimpilin á þér frá umhverfinu, kannski þú ert í kringu skilur, heyr, hann bara living, hann bara geðveikur skilur, hann bara ræfill sko. Þannig að það, já, nákvæmlega, það búið bara alað upp síðan í öllum öðrum í kringu þig að vera með einhver algjör fake samúð gagnvart þínum aðstæðum, þannig í staðan fyrir að vera eitthvað vingast við og vera eitthvað friendly og reyna að hjálpa fólki þá fólk bara, basically, bara sitja fólk bara á kantinn, það er svo miklu living. En þegar maður sko sér þetta og sér fólk á brotnu heimilum, sér maður fólk koma á góðu heimilum og síðan það eiginlega ekki vandamál og það tekur upp eitthvað svona lítið eitthvað bara sem skiptir eiginlega ekki máli sem við getum hristað magnar það upp meira og bara það vandamál og orðið meira heldur krakkarnir sem ég þekki sem fóru gegnum helvíti og samt það á þessir einstaklingu sem fóru ekki gegnum neitt bara að fekk fótbolt í hausinu eða eitthvað og bara á, þú veist, Facebook bara ég var læri einhvert að ég fekk fótbolt í hausin eða eitthvað svona og grenjar yfir því og veist, ég verða við ekki að það fer óslega í mig að því að sko alvöru fórnarlöfin ekki grenjandi á Facebook yfir hvað það áttu bátt þeir bara ekki einu svona á Facebook Sjáðu, þetta það sem líka eins og maður það Me Too dæmin byrjaði þannig almennilega á sínum tíma og Me Too ógeðslega þörft moment skilju, það var ógeðslega mikil þörf á því að gælur sem hafa lent eitthvað ítlægur í kynferðisofbeldi sem dæmi færi tjá sig, það geðið mikið þörf á því við styðjum það allir en svo hins vegar byrjuðu allir bara að hlaupa með þessu og fólk var bara, það var eitthvað gæði sem snerta með mjóbaki og glömd bara 1973 og ég bara, núna skil ég bara hvernig að láta nauðga mig frá blöð barnsminni. Þetta var rosa undarlegt að fylgjast með þessu, það var allra að keppast hver væri meira fórnarlöf. Byltingin í ettu fokki börni sín, bró. Það gerði það svona. Þetta var algjört þannig. Það var mjög dapurlegt af því að það var Þetta var svo þarft málinu og þetta dregur svo úr vægið mikilvæga hlutans. Þegar fylgdu fólki byrja að ríða einhver svona byltingum skilur sem eitthvað þú sagði bara þetta snýst mig. Já. Ég talaði við vinkonum mínu einmitt hvort hún ætlaði ekki að koma fram og ég hugsa hvernig ég talaði hana á þess að ég ætla auðvitað ekki að nafngreinina ég bara í stuttu máli, ég sá hvað henni leið illa hún lenti í einu dæmi og það var einn maður sem var búinn að kvelja hana lengi síðan komst hún frá honum Var hann í svona kynferðislegri bara svona, þú veist, svona neikvæði sambandið sem var bara haldið inni bara virðingu við hana og ætla ég ekki að fara nánar út í hennar mál sko en ég ætla bara að segja eftirmálin nei, allt í lagi, elsku vinn minn þetta er bara góð spurning sant en sko, eftirmálin það var rosalegt, þetta er eina af mínum betri vinkonum og hvernig sko þegar maður myndist á hana mann við hana eða ekki einu sinni myndist á mannin maður bara byrjaði að segja eitthvað og hún hélt að maður var að fara að tala um hana mann og kom bara svona titri ykkur í hérna bara rosalega, hún þurfti að vera í nokkur ár að vinna þessu útrússu við gerum okkur ekki almennilega grein fyrir þessu oft hvað menn geta brotið niður konur á vissan hátt sko. Svo maður stundur líka sko og maður hefur ekki lent í ykkur sambandilegu sjálfur og þú ætlar með þess að reyna að vera eitthvað hjálpandi rödda eitthvað svona dæmi og þú verður í rauninu bara condescending og óskilningsríkur skilur því að þú sérði ekki frá hvað dyrum þetta kemur svona eins og það var að tala um mansplaina og farið hvað við og þetta var málur og það er svo að setjum sem við gæla sér lendibyrgur kynferðislegri misnungu bara frá blödu basspennu og svona dæmi og hún byrjar með einhverju gaur og hann rækka að vera í hjálpinni og bara akkur fer ekki bara í ræktina það er svona sem ég létt á minni lund eina sem við getum gert í svona aðstæðum er að hlusta það þarf að blása út og þá bara að þegja ekki gefa ráð bara sitja og hlusta og svara í stað fyrir að segja þú ættir að gera þetta ég er að reyna að skilja þú sagði skilningur sem er að leita eftir og skilningurinn að þú sýnir að þú sér tilbúin að hlusta og þú sér ekki að dæma að reyna að vera eitthvað yfirgnæðandi með þetta það veitir eitthvað alveg hjálp þú að vera bara ég held að þú sér bara ekki að borða ná mikið lýsi sko það er oft eitthvað svona þú verður að drekka 3 glös af vatni á dag ég þarf ekki að fara í jóga það er einu sem við getum sagt sko þetta er ég meina, kannski ef maður er kallmaður og það er búið að nauðga þér eða eitthvað sem kallmaður þá gætur þú kannski sagt eitthvað, ég veit það ekki en bara í 99,99% tilvika ef eitthvað kona kemur til því og talar um þetta þá áttu bara að þegja og hlusta líka stundum þú þegar þú ert ekki að tala þínu ég held það, við getum verið að tala úr raskatan á okkur núna ég sko held að þessi rétt ég var svona áttbæðið svolítið mikið að kærustum og svona vingur sem var lent í alveg mjög vafasamur hlutum skilur gegnum tíðina og ég bara tamdi mér fyrir ógeðslega löngu síðan að reyna bara að hlusta og bara svona og líka ekki að vera að láta þetta á mig eitthvað svona gett fá skilur ég bara málið fólk ekki að segja mér svona hluti til þess að sjá því eitthvað niðurbrotin fólk að reyna að koma frá síðan sínu sannleik skilur þannig bara situr bara að verða sterkur og haldi kjafti bara hjálpa skilur ekki reyna að vera Dr. Phil ekki reyna heldur að vera Dr. Pill og láta bara skilur hvað
og það heldur ekki Dr. Bill ef við erum að fara að tala með Bobby Bill konsert, skilur, svo það ekki að fara að ræða málin, skilur. Nei, það er gott að vera til staðar ef maður getur það. Ég sé nú eftir einu. Ég gerir mig besta en, þú veist. Ég er með það samanskoðin, ég held ég að minnst að tala minni það í einu þættinu minna og lendi í einmitt aðstæða að það var kona sem fór til Grikklands og lendi í viðbjóðu þar og síðan kom hún og leitaði til hjálpar til mín. Aldrei farið til Grikklands fær. Nei, ég sagði það við hana en síðan sko ætlaði hún að tala og ég reyndar á þessu stað var ég virkilega slæmum stað. Þetta áður en ég fyrir meðferðina 2009 sko. Og þarna ég bara á endakaflinum í lífinu þegar ég fyrir meðferðina, það það bókstaflega bara og ég ætla að pröfa þessu meðferð, ef hún virkar ekki þá ætla ég að drepa mig. Það var eiginlega ekkert annað boðið fyrir mig og ég akkurat þar í lífinu og hún kemur hana og ég gat ekki tekið inn meiri sársauka, þannig ég sagði við hana og voru að fara niður á Stígamót og leitaði hjálpa þar, af því ég skil ekkert svona, ég get ekki hjálpaði með þetta. Það fátt í lífinu sem ég jafn mikið samvinskupið yfir sko, og hún sagði mér að hún lendi í sko, ég við ekki bara hérna í podcastinu, ég fór að grenja seinna kvöldið og hún var farin sko, og ég fór bara að gráta því ég bara hugsaði þetta í hausnum og einhvern veginn byrjaði ég einhvern veginn, ég veit ekki. En þú náttúrulega varst bara ekkert með tólinu í höndum þess að díla við þessar uppfyllingar eftir time, skilur, náttúrulega maður líka heldur ekki dæma sjálfa það, skilur. Nei, ég endaði samt með að reyna að þroska mig, ég byrjaði að fóð niður til sko á Stígamót og ég baðaði að mennta mig í svona ýmsum málum með þetta, hvað ég ætti að gera ef ég myndi lenda í svona aðstæðum aftur, það var mjög einkennilegt. Þær horfðu bara á mig bara svona, ég skilði það sko, ef einhver kona að leita sér hjálpar á Stígamótum, að fá þér auðvitað svona einhverja bilaða fucking geðsjúklinga sem skamma sér ekki neitt og fara þar bara hæ og bara að reyna að komast inn á Stígamót til að ná í konuna sem að flýja undan, skilur. Þannig að þegar ég finnur fyrst niður á Stígamót og segi bara, ég lendi í þessum aðstæðum og vantar, hvernig á ég að bregðast við þegar kona leitar tímuna eitthvað svoleiðis, það var bara akkurat að spyrja því. Og var alveg svona heavy sketchy, sko. Eftir að safna henni í fóður svo þú þið nota þetta. Hvað þú að fara að vinna 13. sporið það? Já, en síðan aftur á móti átti ég nú alveg, ég fekk ég ágæta fræðslu það, ég ætla að vona í dag, þetta svo langt síðan, að sé einhvers staður sem, ég veit ekki, getur þú pröfa að googla, Davíð, hvort við viljum fræða okkur eitthvað svona og vera til staðar. Það alveg eitthvað sem ætti skili sjáta, ég myndi halda þetta nála sem kemst í, eitthvað svona eins og Pítarsamtökin eða eitthvað svona dæmi. Já, það. Já, og veist, og kannski, þú veist, náttúrulega Al-Anon, náttúrulega svona vissuleiti og þetta svona aðalega fyrir aðstendur alkoholista, skilur við. Já. Þannig ógeðslega fylgjandi correlation milli áfengisvandamáls og heimilis og miskunnar og svona dæmi, skilur, og fólk sem lendir í því ferli, skilur, á heimilisum sínum tíma er miklu líklega til að lendi abusive relationship í framtíðinni. Þannig að ég er alveg viss að Al-Anon myndi veita eitthvað svona viss aðstoð með eitthvað ráðgjöf í kringum þetta. En þú veist, ég held að þessi fræðsla sem væri bara mjög verðið fyrir samfélagi, bara að fá beint í æð, skilur, bara í höfuð. Og ég held að fáfræðin og tabúið í kringu svona hluti sem ég er að búa til vettvanginn fyrir þetta getur gerst aftur að. Já, það alveg rétt sko og ef við ætlum að koma í veg fyrir þetta þá þetta að kenna meira þetta í skólu. Ég man ekkert eftir að var kynfræðslan en það var voðalega lítið bara, herru, ég ætla að kenna þér afleiðingar, hvað gerist þegar þú bara brýtur á mannesku kynferðislega, hver afleiðingarnir eru þar og það ætti að vera bara í grunnskólum bara svo kennsla. Akkur verið að kenna okkur dönsku en okkur ekki kennt þetta, okkur ekki kennt ekki skattakíslu. Já. Og það er að kenna okkur þetta rugg sem við þurfum, ég meina, ég er bara að fara á Google Translate og tala dönsku, skilur. Það er eitthvað. Það Stígamót til dæmis með alveg Restore Pappir var enda alls konar svona. Já, þeir eru konum með svona núna. Þeir eru bæði með bara, hvað er nauðgunar algengar, lýsingar og síðan með parta fyrir stuðning, aðstand og vina, þú getur hjálpa og eitthvað svoleiðis, þannig að þeir eru alveg með svona stórt, sko, þetta fer upp í 70 blaðsíður, sko, en þetta það er alveg gott að sé, þú veist, að þannig komin einhver vettvangur, en bara spurningin er eitthvað prógrama aðalda, eitthvað svona dæmi út frá bóðskonum sem er í boði, skilju. Og líka sjá, enginn okkar vissi að þetta skjala væri til staðar. Það þótti sér til 70 blaðsíðna skýrslu á Stígamótum og enginn veit af henni. Fyrst útgáfa 93, önnur útgáfa 2001 og þriðja útgáfa 2012. Þetta er ekki sem nýlegt skjal. 1993, enginn okkar heyrt þetta. Þannig að augljóslega þá þörf á þessari alvöru nálgun að bara eitthvað innra education svona málunni grjótþarft út í það búið að skrifa efni í kringu það. Já. Sko, er 100% fari í framhaldsskóla og tala við eitthvað svoleiðis að gefa út en við erum bara eitthvað, ok, whatever, herri, ég er framhaldsskóla, ég hef ekki tím fyrir þetta. Já, það þarf að gefa próf, ekki kynningu, þetta þarf að koma bara inn í námsgreinina að kenna þér afleiðingar og sársauka
og að því að við erum ólega stutt komin, við sjáum einhvern mann á þessum aldrei detta og við hlæjum að honum, það er ekki fyrir við erum fullar en einhver dettur og við erum hlæjum en samt þegar fyrir að hjálpum honum og fá sem illt í hjarta. Nákvæmlega. Við erum bara, það þarf að þroska, þú veist, bara samkennd með okkur og það þarf aðeins að stíla inn á það. Ég er líka alveg samkennd, skilur við, og þú sér það að, ok, þú veist, að meira þegar við erum á þessum sko early 2000 árum, þess að var bara svartasti húmor bara sem við hefði verið í gangi bara í þjóðfræðinu var bara prevalent, skilur, Peter og allt þetta dæmi, skilur, ég myndi að Peter myndi byrja sér í dag. Þú veist, samfélagi færa fucking hliðina, það myndi enginn hlæja að keðjupóst í dag sem stendur að I like my women like I like my whiskey, 12 years old and mixed up with coke. Þetta var bara keðjupóstur þegar við erum, þú veist, að skrifa í títut. En á sama tíma, það var meiri þjóðfélagsvitund í gangi, og mér samfélagi núna vera meira aftengt, heldur við vorum þannig að grínast með þessi helluðu hluti. Já. Skilur, svo líka húmor líka viss leið til þess að tækla hluti, sko. Já. Það er sko... En svo vand með farið efni, skilur, þess að tala og hugsa skilur. Þetta er alveg rétt hjá með húmorinn, sko. Svartasti húmor sem eiginlega fundist bara núna á síðari tímum er hjá þeim sem lifðu af nasismann, sem voru í útrýmingabúðunum og fóru í Ísrael. Þeir gyðingar sem voru þar voru þekktir að vera með svartasta húmor ever. Þeir gerðu bara grína aðstafanum og þegar þau djókuðu þá var það bara sem allir voru bara oh my god, meira þess að á þessu tímum sem þú ert að tala sko, þegar að Ford Fairlane og allt þetta var ennþá leifilegt, þá voru þeir bara, þeir róið ykkur gyðingar skilu, en þeir tók þetta bara því svartara líf sem þú ert búin að upplega, því húmoriðin verður bara svartari með því. Hefur þú hort á heimilið sem voru á Netflix, sem þetta Dangerous Comedy, Nei. Það er gæi þar sem hann er sko stand-up-comedian og hann fer sko og flakkar á svona warrant svæði í heiminum og skoða hvernig húmor hefur myndast út frá ástæðinu. Fyrir til Írak. Áhugavert. Þetta er geðvikið þættir, ég mæli eindregið með þeim. Og hann fyrir til Írak og hann er í raun og veru sko að sjá sko hvernig fólk sem er búið að vera í stanslausu stríði, skilur, bara í 30 ári er að tækla þetta The Power of Human með eitthvað svona live shows. Hann fyrir til Líberíu og tala við stand-up comedy út í að í Líberíu náttúrulega þegar borgarstyrjaldur í gangi það var 75% öllum konum yfir 16 sem var búið að nauðga í landinu. 75% öllum. Og það er með bara risa stand-up senu þess að það er að tækla sína milli, skilur, í raun og veru their trauma. Og bara stærsta kvengi stand-up sena í heiminum í mestu voruntórn landinu öllu. Svo fyrir hann líka að tala við sko ameríska hermenn sem hafa lent í svona alvöru PTSD aðstæðum, skilur, sem bara horfa á vini sína, bara springa á IEDs og eitthvað svona dæmi og skoða húmor þeirra á milli. Ég mæli eindregið með að horfa á þetta. Þetta er sko ógeðslega interesting að take á sko hvernig við getum tekist á við kvöl með andstæðinni. Já, þetta hljómar mjög áhört. Ég þetta er geðvikið þættir, sko. Ég er bara að segja en sko, ég áttaði mig svolítið á þessu sjálfur. Ég er búin að tala um þetta í einhverjum þætti hérna áður, sko. Jú, þegar Elvis var hérna. Svona, hann kom svolítið... Er Elvis búin að koma það? Já, hann er búin að koma. Til. En við komum svolítið svipuð umhverfi, svona öðru umhverfi. Og við vorum að ræða húmorinn þar og húmorinn þegar maður kemur hérna með línuna. Það var, ég man sko, þegar ég var hinum minn, þá sögðu við bara vissa brandara sem voru bara það gróðir, ég ætla ekki einu sinni að segja þá hérna. En við vorum með þetta allir sem vorum bara komum að brotnum heimilum. Já, við vorum búin að sjá bara hluti. Allir bara deyja á randræðinni kvöld, skilur, innan við. Ekkert annað, það var bara sásöki og enginn okkar vildi tala um það því við máttum ekki sína veikleika. Bara, ef við byrjum að tala um veikleika, þá byrjum við bara að grenja. Eins og töluðum síðast, strákar verða harðir ekki glaðir. Já, við tróðum sem bara niður. Jú, síðan var þessi fake humor og við sögðum bara einhverja brandara og við dóum allar á hlatra því þið voru svo sjúkir. Síðan þetta sníði við blaðinu 2009 og lendi með æsku vini mínum sem var hérna úr Kópavogi og byrja að hanga með þeim og þeir koma alveg á fínu heimili og allar þessi strákar segir að hanga með og síðan erum við með partí og ég segi eitthvað brandara sem hefði steinleið í gömlu partíunum mínum þeir horfðu bara allir á mig bara Er eitthvað fucking að þér? Já, það var bara þögg og ég nefnir bara, mér fannst það svo skrítið bara að því að þetta hefði verið svo fyndið og ég man einnig að sagði bara, ertu vissum að þetta hefði verið fyndið? Var bara fólk ekki að hlæja bara því að þú varst eitthvað að slást eða eitthvað Það vildi bara sleikja upp, ég bara, nei, þetta var bara málið það bara, þú hefur aldrei verið sem aðstöð, við getum ekki skila okkur fólki finnst það fyndið, skilur? Já, þannig að nákvæmlega, þeir voru að En þetta er starkri mændið til þín að þetta er ekki fyndið, skilur? Já, og ég þurfti bara að þagna aðeins og áttaði mig á því bara strax þarna eftir meðferðinni 2009, ég þurfti bara að þaga aðeins og byrja að lesa fólk upp á nýtt, bara, þetta er bara nýr heimi fyrir mér sem ég hef aldrei tekið í, nú er ég með góðu fólki þarna og ég þarf bara að læra að hægða mér og nákvæmlega það var bara, ég þurfti bara að læra að lifa nýjan filter, skilur ég er ennþá með hennar filter, sko ég er ekki fyndinn maður maður má opna flóðgáttinu fyrir tilfélaginu sínar og loka flóðgáttinu fyrir ógeðið sér já,
skilur, þetta svona ég áttu sig á því að þetta er ekki eðlilegt hérna megin og fólk bara höndlar ekki að heyra sem að hluti hérna megin. Nei, nákvæmlega, og líka sko í rauninu þá ætti maður sjálfur kannski ekkert að höndla að segja þetta, skilur, maður bara, ég hugsa stundum út í eitthvað sem mér hefur fundist fyndið í gegnum tíðina og ég bara hugsa, þetta er litli bara sár á bara mér sem manneska, mér hefur fundist þetta fyndið. Skilur hvað það er? Já, sko. Og svo lóki á saman tíma og finnst mér þetta ennþá fyndið svona innan með mér, skilur, en ég ger mig grein fyrir þetta sem óviðandi. Og ég hlæ að hugmyndinni þennan húmor, ekki aðstæður sem ég er að tala skilur hvað við. Þú veist, og það er bara málega, það er eitt, þú veist, ef þú objectifyir eitthvað og gerir grín að því, það getur alveg verið fyndið. En ef þú verður að meina þetta þannig að þú verður bara að líta á þetta sem eitthvað raunverulegar aðstæður, þá er eitthvað fucking að þér, skilur. Já, þetta er þetta bara gott dæmi þetta, þegar að allir voru að kalla hvernig annan homma í gamla daga. Já, maður. Veist, en maður meinti samt ekki, já, maður var samt ekki eitthvað að meina sko vinur minn hann var gay og veist maður meintir samt ekki hommi en þetta var bara svona það voru allir að kalla homma á þess að manna homma þetta var svona var önnu meining yfir orðinu samt, sko. Það er líka eiginlega meira ruggla að hugsa út í að við erum verið svona viðkvæmir fyrir því að út í að þú vil láta sitta í kakóðar þá er þetta eitthvað verri manniska en annars sko. Það var allir bara orðið bara aðalmókunir það er fokkin hommi og bara eitthvað, ok, bara einu sem ég er bara dissikul gauð sem fylgja dicks skilur, það bara meikir ekki sens. Þetta er samt svolítið gott sko, þessi veruleiki er svolítið fyndin eins og það var allir bara Lizzo, hún er svo falleg og hún er geggjuð, go Lizzo og síðan bara, þú lítur út eins og Lizzo, nei og þá var konan brjáluð út í það er svolítið svona þetta er alveg fucking satt þetta er svolítið svona skemmtilega veruleiki hvernig við setjum upp hlutina stundum sko. Þannig erum við líka dotnir inn á sem við talum á sko, sem að fólk orðið of PC for their own good. Já. Það er ekkert á bakvið PC annað en fucking fróðið trandurinn á þetta, skilur. Nei, PC er svolítið svona reynilega, dygðar fegra sig, er ekki að kalla það? Er ekki friðarfíkn eða eitthvað svona, ég heyrði eitthvað orðum undir daginn eða eitthvað. Er ekki dygðar frægðun og þá ertu PC og ertu að segja og predika yfir öllum, sem ertu bara eitthvað drulla sjálfur, sko. Ég man ekki íslensku yfir þetta, en er þetta ekki hana, ég á að vita, en við erum að tala um hana, eitthvað virtuity, whatever. Virtual signing, já, virtual signing, já, nákvæmlega. Veit ekki hvað er íslenska orðið við það? Ég held að virtual séum saman orð og þú tala um að dygðar eitthvað. Já, dygðar fræða sig. Já, dygðar, fríðar, fræða, flöða, þú veist, bara whatever, þú veist. Við erum langt frá þessu, sko. En allavega þá erum við það meðvitaðir, við vitum að við erum að tala um eitthvað sem getur máli. En þetta er sem betur fyrir að koma, fólk er að sjá í gegnum þetta. Það var nú, já, hann gerði þetta núna, ég er búin að vera að sjá kommentakerfið hjá Framsókn, hvað heitir hann aftur? Það er erfitt að eiga peninga á Íslandi, hann sagði það einu sinni í... Það er Sigurinn, já, heitir hann það ekki? Er það ekki fáutinn sem hann að... Getur þú sett mynda hann upp, Sigurinn, ég man aldrei hvað þessi tíma heita. Lét Höllusund taka við þessi núna í staðan fyrir að vera formaður sjálfur? Það var svolítið, já, nákvæmlega þessi. Sástu þarna núna það var í sjónvarpinu um daginn og fór að tala innflytjurnar, bara ætlaði að fara að skamma hina. Bro, wow. Já, þetta er svona gott dæmi það bara, herru, hvað ert þú búin að vera að gera allar tíma meðan þú ert til valda og síðan núna bara kortir í kostninga, þá ætlum þú að láta þig líta vel út bara... Sko, þessi gaur lét mig skilja hatrið á móti miðaldra hvítum karlmönnum, bara með þessum var að segja það. Og þetta er svona daldið eins og gummi í gamla dag í Kópavogi, gott að búa í Kópavogi. Þetta er svona þannig dæminu, bara gengur lengra, skilju. Var hann ekki Framsókn líka það? Sko, ég man það ekki. Gummið og hött? Hann var samt góður. Það var í Sjálfstæðisflokkurinn. Jú, var það? Já, mér minnir þess að Sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi. Sjúda. En samt sem aður, sko, það hefur eiginlega engin borgarstjóri byggt bæjarfélagið sitt jafn mikið upp eins og hann. Og það er alltaf tekið af honum. Jú, hann var alveg spiltur, það komst alveg upp að hann hefði verið að gera eitthvað. Bró, Árni Jónsson í Vestmannaeyjum líka, sko, ekki gleyma að hann alveg gerir frábært hlutir í Vestmannaeyjum, þú nefnir að borga verið stjættina á húsinu svona, okkar. En það var hann elskaður í Vestmannaeyjum, sko. Skiljaðlega líka. Já, og maður má ekki taka þetta af þessu gauri. Þekktur þú svona? Hvað sér, nei? Ekki, hann var ógeðslega vítt strákur, hann gaf mér svona öðru seginn sinni í þetta, sko. Ok. En ég meina, málið það, svo líka þetta er svo að það kemur líka en annað og líka sáskilur að þegar horfir á svona eins og svona eitthvað lönd sem allt er í fokkinu. Svona eins og það Gaddafi var forseti í Líbíu. Já. Og sko, Gaddafi náttúrulega á okkar standard hljómar svo a horrible human being. Það var fárlega góður fyrir Líbíu, það var að gera fucked up hluti líka. En mér er málega, fucked up people can lead fucked up places og við erum bara að skilja það. Sjá, þetta er bara svona, þú veist,
Þú segir líka bara hvað gerist þarna. Hann tekur nú sambandi, veist, og Saddam Hussein tekinn og hvað gerist? Að fyrir allt í fucking að bara rústast allt þarna. Axis og Víul maður, það var bara að teka hann að strauja, skilur. Já, þannig að ef þú lítir á það bara, og þeir hafa nú sagt þetta sjálfur, að þeir gerðu mistök með því að fara hann inn og taka það út, að því að þeir heldur bara lög og reglu. Það stundum þannig, þú veist, ef þú lifir það sem fólk að sprengja sjálft sig í loftum hægri vinstri og allir hata hvern annan, þú veist, og þetta bara búið að vera þannig í 1000 ár, það þarf bara eitthvað brjálæk eins og þú segir til að halda þessu niðri. Nákvæmlega, hver annar, eins og sjá, Gaddafi náttúrulega, ok, hann klæddi sig eins og einhver, þú veist, pervertísk Keith Richards rockstjarna, skilur við hvað og var með, þú veist, einhverja engasveita af einhverju annað gælum sem voru bara ræktar upp sér leigumorðingjar og annað vændiskonur á sama tíma, þannig að 60 saman eitthvað í kringu sig, hétu Valkýrunar og hverju var að gera fullt og fátt upp seti. En á sama tíma þá var mentunin borguð alveg niður, ríki keypti fyrsta bílinn og það borgaði niður alla mentunin hana. Já, giftrið á fækstu rosa fríðindi. Já, nákvæmlega bara ástandi fyrir almenningi Líbíu og betandi fyrir mikið af fólki bara í vestræna heimi. Það sé fókt upp út af við og það verið fókt upp hlutur í gangi, ástandi miljónsum skáranaði núna. En það ennþá komið inn á þetta, sko, það þetta vestræna PR, Public Relationship, eins og maður segir að velin, hún þarf að niðra mannin, skilur þess að þau með að drepa hann og það talaður alltaf konunnar. Þetta í Miðausturlöndum og það sem þú mátt eiga 20 konur. Það var ekkert bara Gaddafi eitt sem satt á borðinu með bara svona konur og þetta bara mjög algengt þar og ef þú kemur þarna bara, ég má bara vera giftur einni konu, það á mörgum stöðum í Miðausturlöndum bara hleyja þeir bara í alvörinni, djöfisins vesalíkur ertu. Það bara mentality. Þú veist líka, sko. En þetta, ég hafði gaman að Gaddafi, hann var karakter, hann var eins og James Bond villain eitthvað, sko. Nei, sko, mann sér Men in Black 1. Úff, það er svo langt síðan ég sá hann. Mann skilti hann að gauð sem var basically patta sem var klæddur í skinn. Já. Gaddafi örugglega bara patta sem var klæddur í skinn og svona alltaf sykur hann. Hellaður á þér, ég alltaf bara sugar. Algjör Gaddafi, sko. Ok. Það geggjaði leikari maður, það minnir mig á einu uppáhaldsmyndina. Var ekki Vincent D'Onofrio þessi leikar? Já, ég bara svo lélur nöfn, það eitthvað með heilan á mér. Það bara nöfn innprentast ekki, ég hef alltaf verið þannig, sko. En hann leik hann í Full Metal Jacket. Já, Vincent D'Onofrio. Rosalega. Já, hann var private pile. Já, alveg rétt maður. Gomer Pyle maður. Þú veitur rosalega, þú manst allir sem nöfn maður. Þetta hæfileiki sem ég hef aldrei verið með. Dude, þetta byggist, þetta mjög selektiv hæfileiki, sko. Og það er bara málega, bara í flestum filmum, ég bara svolítið bara tala að fólk að hitta í fyrst skipti og það er bara að segja mig hvað heitir. Og ég bara finn nafnið hverfa á augunum á mig bara, meðan ég hlusta á það að segja. Hvað heitir þú? Já, ok, geðvægt bara, ég ætla aldrei eftir að muna hvað þú heitir. Og svo þorum við ekki að spyrja, hvað vandrar þetta að spyrja hvað heitir það? Ég meika ekki, sko. Hvað er þetta? Þetta er Men in Black. Hann er Vincent D'Onofrio, góður Já, hann er leikið stórkostlega. Þetta er svona einn af vannmettnustu leikurum sem ég veit örugglega. Maður til myndin The Cell með honum og Jennifer Lopez sem hann fjöldamæringi sem fór inn í hausin á. Lék hann fjöldamæringi? Hann leik fjöldamæringi, já. Landsíðin sá hann á mig. Geðveik mynd, sko, ég horfði á hann aftur í daginn. Jennifer Lopez náttúrulega hot as shit. Við tölum það síðast. Já, það var eitthvað dýrasta atrið sem hefur verið gert á þessum tími. Ég man að þetta tók hestinn. Dúkatrið. Nei, það var hesturinn. Já, hesturinn, já. Það var dýrasta atrið. Ég veit hvað það ruggla atrið sannleika sinnum og tókur því bara dauðast í gangi, sko. Ég man þetta er mjög góð mynd, sko. Hún var rosalega á sínum tíma. Hún er betri að horfa á hann í dag. Já, væntanlega. Og ég myndi því horfa á hana þegar ég var lítill, skilur. Þetta var klikkað og flott og svona. Ég skildi eitthvað myndi var og ég bara mjög svona visually flott og bara, morðingi, eitthvað svona Já, bara hvað svo bara ég horfði á þetta daginn og var bara, þetta er bara þvílít deep dive into the psychological health bara af, og bara modern society, þetta var bara geðveik bíómynd. Svo svolítið þessu plattform hefur við séð hana. Þannig að spænsku myndina sem hana Fangisi þarna. Já, með plattform. Nei, ég á hann inni, ég var að heyra daginn og hún var rosaleg, nummer 1. Sko, plattform 1 er góð og plattform 2 er líka geðveik. Ég var að horfa á hana núna daginn, sko. Já. Og ég mæli eindriðið minni og þetta ekki mér að sjá hana, það er góð mynd. Ég þarf að fara að kíkja á það, hún er svolítið á þessu, svona sama leveli, skilur af hana, svona social dystopia dæmi eins og þið sjálfar, sko. Ok. Og þetta er þörf sena, sko. Já. Og þetta er líka svona sem munum, horfður á Hunger Games, eða? Já, ég horfði á það. Já, Hunger Games er drasl. Og Hunger Games er alltaf bara stólinu myndsviti Battle Royale sem var búin til Asíu í gamla daga, sem var klikkuð. Já. Mælum að horfa á hana. Það var basically, sko, að í rauninu hugmyndin í Hunger Games er í rauninu bara að halda fátækafólki niðri. Það var að velja einhvern úr distriktinu, eitthvað svona lalla. En hugmyndin í Battle Royale var basically þannig að þetta var sko eldri kynslóðin og svo hræddi börnin. Að þeir voru með þetta Battle Royale í gangi, skilur, fyrir í rauninu vandræðunni getur svo undirstrykka hlýttu your elders. Já, ok. Megaði miklu meira sens heldur en Hunger Games. Og Hunger Games var bara bröð, risastóra bíflugur sem stinga og slítla og bara fuck this shit, skilur. Og ég fór í bíó og svo myndi ég hef samt alveg gaman að henni, ég hafði gaman að henni, en þú veist
ég bara sé bara 8.000 betri myndir bara. Já, ég skilji, ef þessi myndin á Society Já. það var góð mynd. Klikkumynd. Klikkumynd. Það bara, hún á alveg vel upp á borðið í dag, sko. Já, ég þarf eiginlega að sjá hann aftur, ég hef ekki séð hann í 20 ára eitthvað, en ég bara elska þessu hugmynd, þótt ég að vera mjög ungur þegar hann kom út, sko, þá fannst mér þetta mjög skemmtileg Hún er ógeðslega góð, sko. Já. Ég sem búin að vera að taka smá svona 90s myndir deep dive aftur nýlega, sko. Já. Og byrjaði alltaf í þegar Hard Target með Jean-Claude Van Damme kom inn á Netflix daginn og ég bara, hei, vá, ég þarf að horfa allir svo gömlu 90s mattsmyndir. Djúvill er það góðar, maður. Dark City var eiginlega einu Dark City er uppáhaldsmyndin mín, fucking sko. frábær. var- Klikkuð bíómynd. Kiefer Sutherland bara vinnur leiksígur sér læknirinn, sko. Já, og þetta er bara á koncepti bakvæði, ég meina þetta er þetta ef ykkur eru að horfa á hana í dag, ég ætla nú ekki að spoila en örugglega loka atrið, þetta er svo lélega tæknibrellar í dag, ég veit ekki hvernig heldur Nei, upp sko. hún er núna hún er að eiga mega endurlingun daga á internetinu núna, sko. Já, Það það. er mikið að liða að tala um hann alltaf, sko. Konseptið þarna var nefnilega Geðveikt, stórkostlegt þegar maður var að horfa bara hvað er að gerast, sko, maður hafði ekki hugmynd, sko. Sjúklega vel skrifuð mynd, sko. Líka bara Virkilega. slökkvalt á áður og að fara að sofa. Já, Það við skilur. Já. Og líka, þú veist, eins og Dark City líka, hún nærði ógeðslega mikið, skilur, bara svona the power of popular media og hvernig verið að halda þess að sheepishly sofandi og svona dæmi, voru að spila með geðskemmtileg koncept, sko. það virkilega, sko, það lét mann svona hugsa, ég dýrkaði myndir á þessu tíma, sem lét mann aðeins fara og haustum að svo hugsa, sko. Já, Dark City er aldrei svona bara eða forveri Matrix svona hugsa út í það. Matrix og Dark City eru svolítið svipað málunni og Matrix setti þetta í svona meira svona digital format, skilur. Já, svona meira actionmynd, sko. Já, Matrixin. nákvæmlega. En þetta er nákvæmlega sama grunn. En svona skemmtilegt koncept Já, nákvæmlega. og þarna nema Matrix Matrix 1, þarf að segja. 4 sko, því líka væli Er til, já, vá, hvað. það er bara einn leðlist með og þeir eru að gera númer 5 núna. Ég ætla að spoila hana á þetta, hún getur ég skít. Enda atrið, þegar hann Neo og Trinity fljúandi eitthvað hringja, komið í ljós að hún er the one. Ég man ekki eins og Ég var í bíó. og svo lélega að bara heili minn hendi þessari mynd úr hausnum á Ég er mér, ekki sko. grins, þetta er svona fáum myndu sem ég hef farið á í bíó, bara svona leiðu myndi klárast, ég bara svona, hvað kjaftaði var þetta og Já. liði í kringum fyrir að hlæja. Sko, þetta var það slæmmynd. Já, Það var ekki bjartur punktur í hana, það var ekkert gott við hana. nei, þetta var viðbjöður þessi mynd. Í hvað eittu þessu pening? Og líka bara 1, 2 og 3 voru svo góðar. Ég veit að það voru margir ósáttu við 3 og mér fannst þú geðveik, sko. Sko, mér fannst eitt alveg frábær, mér fannst 2 svona allt í lagi og það er bara eitt atrið í 3 sem þeir eru að dansa í sæjónan eitthvað, það dæmi og það var bara eiginlega eyðilega myndinu fyrir mér. Það var svolítið silly. Það var svo miklu meira silly, þetta var bara ok, veist, þið eru að fara að berjast hérna á móti, Army of Robots, best að detta í það og svo allir séu þunnir á morgun til þess að berjast í vélminn. Já. Geðveik hugmynd. Ég veit ekki hvort það var að drekka áfengi, en þetta var eitthvað svona átt að Jú, snúast þeir voru að brugga ykkur dekkisýru að hann eitthvað, skilur maður ekki, að kom fram þeir að Sæðan var að Svo gera. langt síðan ég sá þetta, en þetta, ég las eitthvað þetta að þeir sem skrifuðu þetta atrið, sko, það átt að snúast að fólki sem var á skemmtustöðum var allt dautt að innan, en þarna áttur að horfa á Sæðan, þetta er eina skipti sem þú sást alvöru fólk lifa svona alvöru líf. Þetta átti að vera svona tribal dansdæmi, já, eitthvað, þarna skilurðu, svona, já. átti að vera svona alvöru lifandi, en þetta þú gast ekkert komið því á hvíta tjaldið, þú veist að... Nei, eins og þeir gerði þetta, það var þetta svona meira svo ég var okkur ógeðslega wackaðis Burning Man. Já. Skilur hvað það er? Það var eitthvað Burning Man og einhverju hólu. Mér fannst hann alveg þegar þeir voru í þessu exoskeleton með byssunar, sko, og þegar hann er Asíugaurin gamli ég fílaði það, drítandi, mér fannst það rosalegt atrið, sko. Vissir það samt að ég veit ekki hvort það hefur lesið þetta, en þú veist að kona sem veist að Matrix er bara stólið. Þetta er eitthvað hvern rítöfund árið eitthvað 60 eitthvað og að í raun og veru þá er sko Terminator er framhald af Matrix. Nei, fyrir Matrix er framhald af Terminator. Ég var eitthvað búinn að heyra þetta, ég bara kynnti mér ekki, ég heyrði þetta Ég skal senda það líka, þetta er ruggla deep dive, sko. Getur þú sagt mér eitthvað frá því núna, að ég verið með Já, sko, ekki málið það náttúrulega, basically, þessi kona hana er að skrifa þetta bara ritverk, bara þvílíka ritsigursverkar einhvern veginn á svona árunum sem bara svona hvern rithöfundir voru ekkert eitthvað knowledge sem var Agatha Christie eitthvað svona og hún með svo sem og berja, sko, basically, það var þannig, sko, náttúrulega í The Matrix, þá erum við smátt og smátt, sko, þá búi í raun og verið að sigra heiminn. Við erum komin, við erum bara orðin batteri hana á þetta dæmi. Og raun og verið, sko, að Skynet er það sem verður síðan að The Matrix. Skilur, hann er raun og verið, sko, í bókserinu sem þessi kona skrifar hana, þá er raun og verið að trakka allt fyrir báða myndir. Skilur hvað? Okay. Og þeir spáir í að meira sem bara fyrsta atriði í Terminator 2 þegar kemur, sko, þegar vélmenni stígur hún á hauskúpuna og það verður ekki bara byrjað á þessu myndin. Klassik. Já, geðveik mynd líka. Terminator 1 er svona alltaf læg, Terminator 2 er klikk. Brjáluð, sko. Já. Eina virkilega góð atrið í Terminator 1 er að fyrir og skýtur upp lögreglustöðina, sko.
I'll be back. Já, bara trillt atrið þegar kemur á löggustöður og drepur alla Bara eftir hann sagði þessa setningu þar við lögguna. Já, maður. Það bara skapaði Svona King Arnie, maður. Veistu hvað þessar besta myndir sem Arnold Schwarzenegger gerir? Hercules, já. Hercules var reyndar frábær mynd. Hún svo fyndin. Hercules in the City. Já. Það var ekki New York, eða var það City? Það var Hercules in the City. Ok. Já, hvað myndir þú segja sé besta? Arnold Schwarzenegger myndin? Ég myndi segja definitely Terminator 2. En Commando er upp á Vá, ég elskaði Commando því ég var lítill og síðan keypti ég mér hana kannski fyrir 10 árum Finnst hún ekki að góð í dag? Ég hló svo mikið Hún er svo góð. Hún er svo fyndin. Hún er svo Þú horfðu hann í dag sko, í minningunni þá var þetta bara rosaleg mynd sko. Ég var að horfa hana bara fyrir 6 dögum sko. Ég horfði mjög reglulega á hana. Þetta er bara grín. Nei, gerðu fyrir sko. Kommando hefði getið gerst, það var þetta gemsar. Ein ástæð fyrir Kommando getið gerst, það var bara hann gæti hlaupið svo hratt að þeir náðu ekki að bera, þegar gaurinn kemur hana, so, we have your daughter, that means you have to work with us, right? Wrong! Og bara brýtur hálsinn og gaurinn, bara hleypur hann á stað, hann bara hleypur svo hratt bara, þeir náðu ekki að samskipti sínum milli. Það var ekki gemsar. Kommando í dag hefði verið bara, that means you have to work with us, right? Wrong, dóttinn döð. Já. Það hefði bara verið á live feedi, skilur við grimmana, skilur við, það er orðið erfiðar að búið til spennumyndir í dag, skilur við. Miklu erfiðara. Já, og þarna kannski bara, þú kannski bara fara off the grid, og svo kannski bara náðu eitthvað gaur sem heitir eitthvað svona, eins og í Hard Target. Það sem hann Jean-Claude Van Damme heitir Chance Boudreaux. Já. Og maður bara, Chance Boudreaux, fyrir ekki nafn, skilur við. Hard Target klikku myndbæði við, hló mig máttlis að horfa á hann daginn, sko. Hún er svo stúpid, sko. Hún er svo stúpid, sko. Þegar það kemur hérna bara þegar hann er að bjarga dömunni hjá Billum. Já, þegar hann er að veskinu. Það er líka lægi, saxofónlægi undir. Ég veit ekki hvað málum við saxofónlægi. Það er hringsparki í lappinu og gaurinn dæfur hann á hútið. Það er ein mynd sem eldist hann svo ógeðslega vel frá þessu tíma, sko, hérna á Lunda. Það er Lost Boys. Já, Lost Boys er frábær. Hún er ennþá rosalega góð, sko. Ég vil alveg minna þessu ógeðslega mikið að myndir frá þessu tíma sem eldast vel. Já, alveg, sko, en allar þessar action hero myndir, Steven Seagal, Van Damme og Under Siege 1, hún eldist vel, sko. Það er góð oflismynd, sko. Já, hún var á botnum. Lestin var alveg hræðileg, sko. Já, ég er samanlega því, ok, bátur make sense. Þú kemst ekki neitt, þú er bara út á rúmsjó, skilur. Það stoppar ekki bara sem fucking lest. Þetta var svolítið eins og þú veist að Snakes on a Plane kom út af það. Ég skil að það var skítrætt við fylgði eitthvað snákum í flugvél. Svo kom sequelið sem er Snakes on a Train. Stoppaði bara fucking lestin, skilur. Það er ekkert vandamál í gangi, skilur. Stoppaði í alvörunni? Já, maður. Ég vissi ekki að því. Snakes on a Train, bro. Í alvörunni? Þú getur ekki googlað því, ég verð að sjá coverið á þessu. Já, svo er ég að búið næsta myndir á Snakes in your Brain. Það er alltaf svo andlis í dag. 2006 mynd. Hún er alveg glötuð. Þetta er Asylum Films sem gerir þetta. Vissir það, þetta stúdíu sem býr til er með hæsta rate per investment af bíómyndustúdíum í sögu Bandaríkjanna. Þeir gera líka Sharknado, hérna frábæri bíómyndir. Hefur þið séð Sharknado það? Nei, það er þessi stórið þarna, það er ekki takumilbindi, er þetta ekki tala um það? Það er 6 Sharknado núna, sko. Nú, ok. Og það er, Sharknado eru frábæra bíómyndir. Og það meikar ekkert sens. Það kemur bara kvilbilur, tekur fullt af háköllum, svo bara er hann henda háköllum bara yfir ykkur borg. Og Steve í Beverly Hills 90210 leikur aldrei ekki. Var ekki Steve. Þannig að ljósaragörnum við 90210. Sko, trailerinn þessari mynd er episkur. Gauðum við vélsög. Fljúandi hákall og sagar hann í tvenn og hann hausna sér. Ég er ekki grist, ég bara... Þetta er annarkvort að svalasta eða heimskulasta sem ég séð að henni. Ég er svona... Já, það mér það. Þvílíkt atriði, sko. Það er ekkert gerfilegt við þetta, nei. Ekki, nei. Það er líka ekkert gerfilegt við hana... Sko, í Sharknado 6 var þetta að fara aðeins að reaching. Þá var þetta orðið bara eitthvað svona calculated weather pattern sem var alltaf að pikka upp hákalla og henda þeim út um all. En ég mæli með þessari mynd, sko. Já, ok. Ég líka aðra mynd sem er Bo vs. Python sem er hræðileg. Svo líka Megashark vs. Giant Octopus, hún er frábær. Já, ok. Ég horfið samt, sko, ég dætti eiginlega bara inn í seríur. Ég horfði lítið orðið á sjónvarp, sko. Það er kannski ein mynd sem maður þurfti samt að taka aftur. Það var þarna Attack of the Killer Tomatoes. Frábær bíómynd. Ég hló ógeðslega mikið. Maður Killer Clowns from Outer Space, það kom út í saman tíma. Já, vá, ég hef búin að glemma henni, maður. Þegar gauðin kremi gæluna og drekkur henni með röri. Upp á þessu atriði bara í bíómynd. Setur henni svona sykurpúða og supp eitthvað á rörin í það. Mér fannst það, ég var svo lítill að hún kom út og mér fannst það hefi creepy, sko. Nei, ég var skítræddur við coverið á sem, maður setur á svona tíma sem maður fyrir til vítilu. Það er svo ógeðslega mikið af myndum sem ég man eftir coverinu og ég sá aldrei myndina og ég var ungur. Og svo bara
Já, hann, fucking Steve úr Beverly Hills 90210. Dylan var í Melrose Place, hann var gamli kallinn. Ég horfði aldrei á þess að þetta sem við varum að tala sko. Beverly Hills 90210, ekki heldur. En bara, ég man bara eftir þessu, þetta var stöð 2 og græður. Já. Þarna, hvað eru við komin í tíma, Davíð? Hvað er þetta sem lítur út alveg svo ég? Næstu 2 tíma. Næstíðu 2 tíma. Er það ekki bara svona góður endurbúti? Ég held að við séum bara orðnar heldur fínir Við hérna. erum farin við að völd, sko. Við erum búin að tala um Ísrael og Palestínu-deiluna, svo erum við búin að tala um Sharknado. Við erum góðir sko. En ég ætla að henda inn hérna. Við erum loksins konum með síðuna upp núna. Og þetta er skiptistöðin.is, bara með ensku stöðum. Skiptastöðin. Já, með ensku stöðum. Og þið finnið þá, síðan finnið við reyndar á YouTube líka og Spotify, skiptistöðin með íslenska stöðum þar. Eru þú konar Spotify líka? Já, við erum að setja þetta inn núna. Skemmtum Crane, maður. En sko, okkur vantar budget, þannig að það er smá betli í gangi hérna. Skiptistöðin.is, það er áskriftarleiðana, þetta er 990 kallar mánuði og við viljum Gjöfin ekki gjald, sko. Já, þú fær ekki einu svona hambúrgar á American Style fyrir þetta. Við erum alltaf gett bjór og happy hour. Já, en sko, ef við viljið styðja við okkur, þá eruð við endalaust þakkláttir og Svo ég líka fyrir reikning, nei. Já, en þannig að þetta er belt þáttarins núna. Já, ég ætla að betla í öllum þættum hérna. Ég ætla bara að minna Pepsi eða fyrir eitthvað ölgerinn á það. Það væri gott að fá okkur stuðning. En ég ætla að þakka kærlega fyrir góða sögu og bara virkilega gaman. Já, ég gleyma að byrjum á sögunum eins og hvað er svo langt í frá. Já. En allan, er myndlíkingin bara inn í endur, kláruðu þetta ekki bara þessu punkti í raun og veru, þá er það jafn mikið Matrix að vera fastur á klósinu og hann geta ekki staðið upp og lendi mannur. Þetta er, ég veit ekki, ég ætla að taka orðið þitt fyrir þetta, ég get ekki sett mig inn í þetta. Ég vil meina að gefa mér svo stegi og sann, sko. En það? Já. Ég segi 50-50. Ég sé frekar að vera, ég ætla að standa með því að segja, ég vildi frekar vera tekinn gísl. Ég er sammála. Já. Það er líka meiri cool leið til að deyja en að svelta klósinu út fastir í begni. Það er það nefnilega. Já. Það er frekar, hvað kom fyrir hann? Og eins og vorum við að tala um 90s actionmyndirnar. Svonglót Van Damme klárlega ekki fikk lási baki og dá á klósinu en hann hins vegar kannski dái í gíslu, sko. Takk fyrir mig, Bjarni. Takk fyrir mig, Davíð. Takk fyrir okkur, bró. Það var gaman.